velkomin að Rauðaborðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við það sem við kallum vikuskamt og þá förum við fréttir vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig er það í dag. Hér er Ragnar Þór Pétursson kennari, Sanna Matarinu Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar og mannfræðingur, ég ætla að skjóta það í einu, þú ert mannfræðingur. Og Freyr Egilsson öskukall, vill hann kalla sig. Varst þú í mannfræðið? Já. Okay. Og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir starfsmaður ASÍ og mannfræðingur. Jú. Hvað hefur að gera í þessu? Við getum sagt þig hver þú ert. Akkurat. Er ekki stærsta frétt svona dagsins og vikunar er hérna morðið á Charlie Kirk í Bandaríkjunum. Það er búið að handtaka mann sem að er meira en grunaður held ég. Það er þannig að pabbi mannsins, þetta er 22 ára gamall maður, held ég heiti Taylor Robinson, minni mig að ég hef séð ykkur þar. Hann hafði þess að játaði fyrir pappa sínum að hafa myrtan og það eru svolítið myndir af honum sem hann er að flýja vettvangi, þannig ég held að sé engin vafi um að þetta er viðkomandi maður. Og hann er sagt að hann hafi orðið svona pólitískari með svona síðustu árum og þetta er pólitískt morð. Hann skrifaði á kúlunar skothylkin hey fascist cats og aðra og Bella Ciao sem er söngur ítalskra kommunista í andspyrðurhefingunni sem að svona Antifa hefur svolítið tekið upp, eða ekki? Upp. Þetta voru fréttina sem voru að bera þérna rétt að við settist þeim inn. Og þetta er ungur, reiður, hvítur kallmaður. Man þarf að vera helviti reiður til að drepa eitthvað líka. Já. 22 ára, það er nú ekki háraldur. En hann er þá, hefur hann eitthvað gefið út, ekkert svona, það er ekkert eitthvað manifesto eða eitthvað svoleiðis? Ekki sem að hefur komið hérna, þetta er eiginlega bara upplýsingarna sem eru búin að fara. Það er hann skrifar eitthvað skilaboð á skothylkin. Og hann hefur verið handtekinn og þetta er sannað á hann, þetta eru nýjustu fréttir. Ég held ég að það hefur verið lest í New York Post eitthvað staðar. Að ég trúði þessu allavega. Þið þurfi ekki að trúa mér. En ég var að kynna mér hann á hann í fyrsta sinn á ævinni. Ég hef séð andlitið á honum en vissi ekkert fyrir hvað hann stóð og þetta er náttúrulega áhugavert sko svona þessi ungu svona refilegu drengir sem að tala fyrir svona einhverjum fjölskyldugildum og kristinni trú og svona betri heimi þegar allt var einfaldara og konur voru bara heima og kallar með breiðu bökin og eitthvað slíkt. Sem er merkingin á Make America Great Again. Akkurat og líka þá líklega sko þessi tiltekna kristna trú svona þá ertu náttúrulega með sko Guð blessa þá sem eru ríkir og ríkir eru blessaðar af Guði þannig að þeir hljóta verið að gera hið rétta. Ég er bara að reyna svona aðeins að greina sko hver mótstaðan er, auðvitað hafði hann einhver rosalega áhangendur. Þetta er ekki stjórnmálamaður eða? Þetta er bara einhver svona podcastari eða hann stofnaði hreyfingu sem er svona ungmennahreyfing. Já, sem komu Trump svona einhverju leyti eða hjálpu til að koma Trump til valda. Það er alveg anstíkilega getur maður sagt að það sé næstu eins og Hitlersæskan, þetta sé Trump-æskan. Hann er ekki kjörinn fulltrúi. Nei, ekki kjörinn fulltrúi. En ég var að hlusta á hann. Já. Og hann sagðist vera blessaður, meðal annars fyrir því að fá að gera það sem hann hefði mestan áhuga á. Það var með 1000 manns í vinnu. Já. Þannig að á bakvið þetta félagskap hans er náttúrulega gríðarlegar fjárgjafir frá ríku fólki sem heldur þessu uppi. Það er með 1000 manns í vinnu. Já. Vá. Sko það er þetta illa komið fyrir samfélagum þar sem fólk tala á samskipti með því að skjóta hvert annað og ég held að úr því sem komið var þetta hörmulegt morð og algjörlega ömurlegt að maður með hvaða skoðanir sem þær eru skulle eiga á hættu að vera bara skotin á færi fyrir skoðanir sínar. Hann var miklu meiri stærð held ég, þá er ég að tala um Kirk, miklu meiri stærð heldur en einhver bara venjulegur áhrifavaldur. Hann er einn af bestu vinum Trump yngri. Hann er einn af þeim sem hjálpuðu Vance á stað með sinn pólitíska feril sem er varaforsti. Hann er gríðarlega vel tengdur og fjáröflunarkerfi alveg, eða var með fjáröflunarkerfi alveg upp á 10
og það var bara tímaspursmál hvenær hann myndi stíga opinberlega inn á svið stjórnmálana. En úr því sem komið var þá held ég samt að þessi handtaka með þessum hætti, það sem að faðirinn segir til sona síns, og þetta ungur, minnir dálítið á mannin sem að drap forstjóra tryggingafyrirtækisins, lyfjatryggingafyrirtækisins, þetta pólitískt morð, það bara þannig, minnir dálítið á það. Ég held að sé líklegra núna að aldan hníi aftur að sem sagt það var áður en Kirk var skotinn var búið að safnast fyrir í svona þessum kreðsum, svona hægri kreðsum í bandarísku stjórnmálum ofboðslega mikil spenna og hún var við það að springa og enginn vissi hvað myndi gerast í kjölfarið á morðinu á úkraínsku konunni sem var skorinn á háls í strætó af geðsjúkum manni, maður með geðklofa sem myrti hana þar og síðasta sem Charlie Kirk skrifar á Twitter var að þetta morð þyrfti að nýta í pólitískum tilgangi. Það voru alla taugar þandar og ef það hefði tekið langan tíma að finna skotmanninn þá hefðu grassjaðar meiri, það var til dæmis ofboðslega sterk sú samsæriskenning á netinu að morðingin væri transmanneskja og þetta væri hluti af einhverju svona brjálari transofbeldisöldu sem væri í gangi í Bandaríkjunum. Aðrir fóru þetta beint í djúpríkið, þetta væri þaðan. Aðrir nefndu Ísrael, vegna þess að hann hafði sagt hann hafði spurt gagnrýna spurninga Ísrael í viðtali við Ben Shapiro örfáum dögum áður og þessi óstöðuleik máli færa uppglæða til eðlilegri farfi og kannski gerist þá núna að öldurnar lægi eitthvað, hann fyrir sína þeirri í réttarkerfinu því að við höfum ekki heyrt mikið af manninum sem skaut forstjóran lyfjafyrirtækisins, við höfum ekki heyrt mikið mannin sem var reyndi að skjóta Trump. Þessi mál virðast hafa ótrúlega tilhneigingu til þess að bara lægjast. Þessi verst er óvissa og hver getur skáldað upp sinn tilræðismann. En þegar hann fundinn þá ekki alveg tækifæri til þess. Og menn voru komin í startholurnar að fara að gera eitthvað og margir meira segja Íslendingar voru að skrifa á Twitter eða X bara heyrðu, nú er komin tími til að grípa til aðgera. Þetta var fyrsta fréttir RÚV í gær og svo komu aðra fréttir, eins og til dæmis bara innrás Rússa inn í Pólland og menn eru búin að finna líf á Mars. Það var beint innrás Rússa inn í Pólland, það voru nokkrir drónar sem fóru. Já, við getum alveg kallað það. Allavega það er stórfrétt í sjálfu sér, en þetta er stærsta fréttin og mér finnst það mjög athyglisvert. Ég tel mig nú fylgjast bara alveg sæmilega vel með bandarísku stjórnmálum. Ég bjó hana árabil og var fréttaritari í RÚV í Bandaríkjunum. Ég hef ekki hugmynd hver þessi maður var. Ég spurði börnin mín við matarborðið, þau eru 16 ára og 14 ára, þau vissu allt þennan mann. Og það sýndi mér allan að bara hvað við lifum núna í tveimur aðskildum heimum. Ég var að miðaldra maður sem horfa á fréttir og hlusta á fréttir og síðan börnin mín sem bara sjá heiminn í gegnum TikTok. Ég er ekki á TikTok og ekkert sérstaklega meðlumur. Þá eru að tala Charlie Kirk. Já, þau lýst honum fyrir mér og lýst honum fyrir mér að hann væri mjög öfgakendur og væri dálítið spennandi, hann væri skemmtilega brjálaður, en hans vara á samfélagsmiðlum, og þau sögðu mér þetta bara orðrétt, unglingarnir, væri dálítið þessi reiði. Hann er alltaf reiður og hann er alltaf, það er hans vara sem hann er að selja á internetinu, það er reiðin sem er bara mjög vinsæl vara á samfélagsmiðlum. En mér finnst þetta alveg magna bara og ég spurði börnin mér líka hvernig fréttið þetta og þau sáu þetta TikTok og þau sáu morðið nánast í beinni. Það er rosalega. Sáu mannin skotinn. Við sögðum frá, við vissum ekki að væri dáinn. Við sögðum frá því á 50 á miðvikudagskvöldið. En það var ekkert í hinni fréttunum, þannig ég veit ekki alveg á hvað það er kannski menn eins og þú á vakt, veit ekki hver þetta er. Við náðum að segja þessu frá í fréttum samstöðarinnar, þótt þetta væri ekki á RÚV eða Stöð 2 og morðið var eitthvað rúmlega 6. Ég líka bara að hugsa, dálítið bara þessi heimur hér sem að það sem við tökum við þessu fréttum að þau, ég er þetta í fyrsta skipti sem þið sjáið mann myrtan á samfélagsmiðlum og þau segja nei. Það er fréttavakt núna á Vísi, það er bara vaktinn þetta mál og þetta er auðvitað hræðilegt þegar einhver er drepinn og það er vakt og þá kom fram í einni frétt sem ég var að lesa að það væri búið að finna þá þennan mann að hafi tekið 33
tíma held ég að finna hann og það virðist vera komin svona fréttavakt, ég var svona að reyna að renna hratt yfir fréttir vikunar áðan og þá komið á Vísi eins og við þekkjum svona vaktin og alveg slatta af fréttum og manni finnst það athyglisvert bara í rauninni hvað fjallað að því... Bíddu, eruð þið að segja að þetta sé ekki stór frétt? Mér finnst þetta stór frétt. Jú, þetta er stór frétt. Mér finnst þetta bara, þetta gæti verið þingúsbrunnin í Bandaríkjunum. Þetta gæti verið frétt sem hefur meiri afleiðingar heldur en til dæmis þessi drónar hann 20 sem voru yfir landamærin. Ég held þetta eftir að hafa gríðarlega áhrif í Bandaríkjunum og þau áhrifi eftir að skella á okkur. En hver fréttin? Eða spyr ég svo kjáni fyrir skoðanir sínar. Skotin á færi á háskólalós? Já. Akkurat. Það er ekki langt síðan að við fylgdumst með í beinni útsendingu sem var að vera að veiða mann sem dulbjóð sig sem löggu og sett á sig grímu og fór heim til demokrata þingmanna og skaut þá bara aftökur og það var leitað á honum í einhverja daga minni mig og hann náðist og það hvarf og það voru ekki jafn stóra persónur í bandarískum stjórnmálum og það er alveg rétt það mun ekki allir mun ekki, en veit ekki að til dæmis Kristallsnóttin í Þýskalandi meinti undanfari hennar var pólitískt morð í París þar sem að ungur róttæklingur skaut sendiráðsstarfsmann vitlausan starfsmann vegna sem fékk ekki rétt að en skaut þarna starfsmann og það var notað sem það er svona hlutir eru efni í púðutunnun og við höfum alveg séð að síðan að Epstein-málið kom upp þar sem að Trump lenti bara í verulegu basli með sinn eigin stuðningshóp og meðal hans Kirk spurði erfiðra spurninga og fleiri að þá eru hanskarnir komnir af og þá var farið á fullt fyrstu viðbrögð voru þau þarna þegar þeir sá að þeir voru ekki alveg að fara að missa þetta alveg á fyrstu dögunum að þá var farið í það að það þyrfti að henda Obama og fleirum í fangelsi fyrir landráð og vinna með rússamálið og fleira og það verið gengið sífellt lengra í því hvað menn eru tilbúin að gera í pólitískum tilgangi. Það búið að stofna ICE-sveitirnar, setja stórauki fjármagni þar, þar sem grímuklæddir vopnaðir menn fara og ræna fólki og gera hvað sem og þetta mál, ef það hefði mögulega bara dugar það sem gerðist, en ég held að ef þetta hefði fengið að grassera lengur og þá hefði það verið líklegra til þess að þetta hefði hrundið af stað einhverju tilhrundi valdaráns sem Trump búin að vera að gera það með því að senda þjóðvarliðið inn í Chicago. Við sýndum svolítið umfjöllun hérna til þess að Fox og fleiri og svona kristilegra miðla í Bandaríkjunum. Það var allt að þetta væri hluti af sívaxandi ofbeldi gegn íhaldsmönnum. Já. Trump kemur fram og segir að þarna séu óðir vinstri menn, ég veit ekki hvernig hann orða að drepa einn á okkur. Og mér fannst þetta hljóma allt eins og bara upptaktur einmitt af kristallnóttinni. Mér finnst athyglisvert hvernig ég tala kristni í þessu samhengi því að nú er alveg fólk í mínu lífi sem að er skilgreinsi sem kristið fólk og þá hef ég dálítið litið á gildin sem þau trú á einmitt umbyrðalindi, skilningur, leitast við að setja sig í spór annara, leita að einhverju svona samfélagi, að geta að lifa saman í samfélagi og vera svona skilningsrík, en þessar áherslur hjá hægrinu þegar það byrjar að tala Jesú og Guð og kristni, þetta er eitthvað allt annað en samheldni og svona svona kannski frekar skilningsleysi og dálítið svona einstaklingshyggja og einhvern veginn við þurfum að vera svo dugleg, þannig minnst það athyglisvert hvernig fjallað kristnina í þessu samhengi og hvaða gildi er talað Það er náttúrulega hluti að bandarískum stjórnmálum eru bara svona evangelísk kirkja sem að kom meðan Ronald Reagan til valda og hefur síðan verið hluti af republikanaflokknum sem að rekur harða stefnu gegn þungunarofi, gegn viðurkenningu á ástum hinsegin fólks, gegn svörtum. Charlie Kirk, þegar maður að hlusta á hann, ég bara trúði varla hvað maður var að segja. Þetta hljómaði bara eins og Ku Klux Klan frá svona 1920. Þetta er bara linnulausar árásir svartra á okkur hvíta og við verðum að taka vopn og berjast. Þetta er það. Já, og hann sagði við unga konu í háskóla að þungunarof væri stærri glæpur en helförin og margfalt stærri glæpur en helförin. Það er náttúrulega heiftarlegt menningarstríð í gangi í Bandaríkjunum og vaxandi spenna og fólk er búið að tala stjórnmálaútskýrendur, fjölmiðlafólk,
sakfræðingar, almenningur borgarastyrjöld. Það sé bara borgarastyrjöld, einhvers konar borgarastyrjöld í aðsi og ég fór til Bandaríkjanna bara núna í síðustu viku var í New York og maður finnur það alveg, ég bjó þarna, það er óbærileg spenna í loftinu og miklu meira heldur en nokkru sinni fyrr og það er þessi, hvað er þetta að kalla, naív realismi í gangi að við erum öll einhvern veginn orðin handhafar sannleikans og ef þú ert ekki sammála mér þá ertu á einhvern hátt illa innrættur eða miklu meira heldur en bara illa upplæstu, þú ert hreinlega montmanneskja og það þurfi bara að taka á því ærlega og það er það sem er að gerast hér og þetta mál náttúrulega var mikla athygli, þetta er, nú eru börni minn 14 og 16, hann er búin að upplýsa mig hver þessi maður og hann er náttúrulega bara einn allra vinsalisti áhrifavaldur heims, ekki bara Bandaríkjanna, áhrif hans ná miklu lengra og þetta mál fær miklu meira athygli heldur en bara þegar þingmaður demokrata hún hvað heit hún, Marta Hart eða eitthvað, var myrt í vor ásamt eiginmanni sínum en þannig er það þessi naív realismi að ef þú ert ekki sammála mér þá ertu illa innrættmanneskja og þá verður hreinlega að grípa til eitthvað annars og núna til og með ég var í New York í síðustu viku, fólk bíður hreinlega eftir þjóðvarliðinu sem eru brúnstakkar nútímann sem að bara mæta svæði og þá gilda bara herlög og ef það eru mótmæli í gangi þá má handtaka því fólk. Það er bara svona óbærileg spenna og maður veit ekki hvaða áhrif þessi neisti hefur á það bál. Það springi einhvern veginn í einhverju sem við getum ekki ímyndað okkur núna. Náum kannski ekki að sjá fyrir einhvern veginn hvernig þetta fari. En maður hefur aldrei áður, eða ég hef einhvern veginn þessi síðustu ár, 2-3, þessi ymmit eins og þú ert að lýsa þetta sko, þá ertu ekki sammála mér, þá ertu gegn mér, þá ertu á móti mér og öllu því sem ég stend fyrir. Ég meina þetta er alltof, mér er svo ótrúlega skrítið með þess að bara svona vinahópum hjá mér, þá er ekki hægt að ræða fullt af málum. Og mér finnst þetta að vera mjög ólíkt því sem var áður. Utan hérna, hvað var það ekki, pólitík, trúarbrögð og ég bara ekki hvað það sem að má ekki ræða peningar. Já, einmitt. En það er, sko, en það eru þessi hitansmál sem að verðist ekki vera hægt að ræða. Fjölskyldur klofni í Bandaríkjunum út af þessu. Já, og ef að þú ert einhvern veginn, sko, ef þú efast smá hluta af því sem þú átt að hugsa, að þá ertu svikari. Þið vitið, ef þú efast einhvern part af því, og þetta er svo agalega erfitt vitsmunalega finnst mér að setja sig í einhvern veginn að því ég er með svona innbyggðan svona andóf í hjartanu, þannig ég get ekki leið og ég finna það að vera að reyna að trúða mér í eitthvað box og þú átt að hugsa svona því að þú ert ein af okkur, þá bara wow, það er, nei þið vitið, svoleiðis að mér finnst þetta, ég skynja þessa sko, ég skynja þetta bara sjálf, þetta rafmagn. Meira sem hér á Íslandi, en kannski er maður náttúrulega í þeirri kreðsu sem að fólk er voða mikið eitthvað að spjalla saman og ég er í verkalýðshreyfingun og þú veist, og bara einhvern veginn allir hafa sterkar skoðun á hlutunum og feministi og það er miklu sterkir skoðun á öllu en ég skynja þetta bara á eigin skynni í fyrsta sinn á ævinni. Það eru aldrei skinnið svona áður. Þið gleymið ekki að sko Bandaríkin er elsta og eitt merkilegasta lýðræðisríki heims. Þetta er ótrúleg þjóðfélagstilraun að leiða svona marga þjóðir saman. Hvernig auðstéttinu er haldið völdum í svona formi lýðræðis og reynslu. Það er eiginlega ævintýralegt. En hugsun bara, þetta er grunnform lýðræðisríkis í heiminum og þarna er hefðin að hafa samræðu stjórnmál og umbera alls konar menningu. Bandaríkjum segja nú hafið þá bara 9/11 sko. Þetta er samt stærsta fjölmenningaríki heims en þessi hefð að umbera ólíka skoðanir og geta rætt saman ólíka skoðanir og samræðustjórnmál, þetta virðist vera algjörlega að hverfa, það er eitthvað mikið að breytast í Bandaríkjunum. Ég held ekki að samfélagsmiðlar séu ekki að hjálpa okkur neitt sko, þetta er einhvern veginn þú veist, við erum oft bara með símtæki í höndunum, við erum að bregðast við einhverju, við erum að lesa upplýsingar, þetta er kannski ekki allt rétt og svo einhvern veginn er þessu stemming sér komin, þú veist, þegar að fólk er að kommenta við eitthvað og einhver svarar og það bí í símanum og þú veist, það er einhvern veginn verið að fylgjast með þessum myndböndum, maður ætla bara aðeins að kíkja einmitt á þetta TikTok, aðeins að kíkja og svo maður bara eitthvað byrja hvert fór tíminn, af hverju er að skoða þessi myndbönd, þetta er ekkert uppbyggilegt. Og hverju tjá sig, þið vitið það var eitthvað sem sagði að það væri svona 10% sem tjáði sig sem sagt
svona með á móti og svo væri flestur enn í miðjunni sem kannski læka einstaka sinnum, svoleiðis að þú færði í raun og veru bara tilfinningið þín að fylgjast með samfélagsmiðlum eru náttúrulega þeir sem hafa sterkustu skoðanirnar. En við ættum samt að geta haldið uppi einhverju umræði í samfélaginu þrátt fyrir þetta. Við ættum að bera þá ábyrgð að geta haldið uppi bara heilbrigðri umræði í samfélaginu okkar til þess að halda því heilbrigðu, ekki? Við höfum ekki segja bara, heyrðu, ég bara rugglaðist alveg á þessum síma. Við getum alltaf verið í skjóli fyrir það. Mér langar aðeins að synda á móti straumnum og sko Bandaríkin tík sem hefur oft fengið flær og 7. áratugurinn var nú engin hátíð í Bandaríkjunum. Það voru pólitísk morð á hverju strái og það var ekkert rosalega gaman í borgarastyrjöldinni og Ku Klux Klan þegar var að kæfa það niður á sínum tíma var ekki gaman og mafían og það sem er raun og veru kannski við gleymum því stundum að við við erum ekkert það er ekkert rosalega mikill aldursmunur á okkur það er ekkert við erum öll svona með reynslu af svipuðum tímum og við erum flest svona alin upp í svona bjartsýnistíma þar sem Evrópa einhvern veginn að sameinast og múrar að falla og einhvern veginn heimurinn að verða betri og við leysum ósonvandann og og við erum ennþá dálítið bara ölfuð af þessum framfaraanda sem að við fæddumst upp í sem ég vissum til dæmis að þessi skotmaður ekki fyrir honum heimurinn að fara til fjandans og bara að fara í enn eina dífuna og þannig að það er engin bjartsýn einhvern veginn á þetta að koma út af fótunum á endanum ég held við þurfum að taka ofboðslega alvarlega og ég stuðaði nú einhver í gær með að segja þetta á netinu það sem að Freyr, þú varst að nefna við þurfum að horfast í eigu við eigið hvað að segja við getum ekki lesið heiminn til gagns í gegnum samfélagsmiðla vegna þess að við tilheyrum ekki þessum veruleika þar sem upplýsingarnar eru að streyma fram og tilbaka og við munum og ég man alveg eftir því að þegar Donald Trump var að gera sér breiðan að koma sér til valda hvernig Fox var sjónvarpsstöðin hún var óbærileg hún var þessi megi straumsmiðlar ég er ekki viss að samfélagsmiðlarnir sé endilega skref til verri vegar heldur fjölmiðlar hafa virkað oft á tímum þegar svona alræðis liðir að koma sér áfram Goebbels náttúrulega hafði fullkomna stjórn á fjölmiðlum í Þýskalandi frá 1933 fram að heimsstyrjöld en það sem ég held að ráði dálítið úrslitum hversu harkaleg því að það er auðvitað vanviti að stýra Bandaríkjunum núna og bjáni honum við hlið að ég held að það sem er dálítið ráða úrslitum í Bandaríkjunum núna er hvar Hæstiréttur mun standa ef að Hæstiréttur í Bandaríkjunum ætlar að beygja sig fyrir vilja Trumps í þessum fjölmörgum málum sem bíða og til dæmis það hvort hún er heimilt yfir að vera að senda hersveitir inn í borgir til að taka þær yfir og svona hann er alltaf búin að vera að skipa meira og minna bara vitleysinga yfir flestar stofnanir FBI og þetta er bara stjórnað af einhverjum gömlum bloggurum og áhrifavöldum einhverjum 6 af 9 Hæstirétti eru ég veit það og það er stóra prófið ef að Hæstiréttur í Bandaríkjunum gefur sig þá eru Bandaríkjunum mögulega í dýpri vanda heldur en hann hefur það þegar stoppað nokkrar aðgerðir hjá Trump tollaðaðgerðir og fleiri já og það er spurning hvað Trump í raun og veru nú var verið að dæma Bolsonaro í næstu 30 ára fangelsi það ekki í Brasilíu Trump sér mikla svona samlíðan með sér og honum hann hótaði að setja refsitolla á Brasilíu og hann sér fyrir sig, hann veit alveg hvað getur gerst hann hefur enga að tapa og þannig að hann er örvæntingafullur og hann er rosalega hættulegur og nú er að sjá hvort að innviðin í Bandaríkjunum haldi þeir hafa gert það hingað til ef þeir halda þá gerist það óumflýjanlega sem eru þetta hluta af þessu máli að Vesturlönd, Evrópa og Bandaríkin þau eru að smækka í umsögum. Hvernig segir að innviðin er að haldið? Það er að gefa eftir réttur kvenna til þungunarrofs til dæmis? Ég bara horfi á að innviðin er bara að gefa eftir í Bandaríkjunum. Já, með því að flytja sem mest yfir í fylkin, það verður að gefa þeim frítt spil í því, en stóra prófið er Hæstiréttur, því annars mun fólk væntanlega losa sig við þetta fólk í kosningum og við erum þá með svipaða stöð eins og í Ísrael þar sem að hún er löngu komin yfir síðasta neysludag ríkisstjórnin í Ísrael hún er kosin frá á morgun eða það væri lýðræðinu væri upphaldið og væri ekki stríð þú fengir ekkert skárra já, ég held að fá skárra heldur en Smotrich og já, hún er þann já, ég held að ég er ekki viss kannski ekki en lýðræðið
lýðræðið gert til þess að fara í gegnum svona tímabil og svo læra af reynslunni og kjósa eitthvað annað. Það kveikir á manni smá vona næsta Brasilíumenn er náttúrulega búin að gangi í gegnum svona geðveikist tímabil núna í nokkur ár með Bolsonaro en nú einhvern veginn það virðist vera að gengi tilbaka. Það nú frægur pendúll þarna í Suður-Ameríku sem að gengur svona. Já. Það yfirleitt sko eru öll löndin á sama tíma sko með hægri stjórn eða vinstri stjórn. Það mjög skrýtin pendúll. En ég hef svolítið, ég má aðeins skjóta inn í gaman að hlusta á arabísku pressuna og hvað í gangi þar og svona hlusta á einhver podcast með einhverju svona cool Egyptum og svoleiðis. En þá það bara, ok, nú Vesturlönd algjörlega á, þú veist, þeir eru á niðurleið. Þetta allt brostið. Öll þeirra lygi hefur verið afhjúpuð, þið vitið, og leifum þeim bara eiga sitt menningarstríð, þau eru hvort sem að fara að tortíma sjálfum sér, megi þau byrja bara í öllum sínum megi þau lendi í stríði í Evrópu, þið vitið bara, þá láta þau kannski okkur í friði. Svoleiðis að þetta rosa áhugavert og líka Indland í stundu fylgist mér minnst voru gaman að horfa á svona suðrið, þætti frá suðrinu og þá það bara hlakkar í fólki. Þið bara hafi gert ykkur sjálf, allt þetta tala lýðræði really samt, ef enga trú á þessu lýðræði okkar sem að bara einhverju ólígarkar og og kapitalistar hvort sem ráðöllu og eru með einhverju svona sýndar stjórnvöld, þið vitið réttindi kvenna þeim með eiga þau, þú veist okkar konur líða miklu betur, ekki koma hinga til að segja hvernig við að láta, þú veist ok, einhverju augljóslega alþjóðalögin virka ekki, það brúna muslimska fólkið, svo þess að verði ykkur að því tortímið ykkur og maður svona yes, þið vitið, ég meina kannski bara eigum við þetta pínu skilið. Já, það við legið fyrir frá að alla þessa öld mun Vesturlandabúum ekki fjölga. Við vorum milljarður það öld, ef nýbyrjuð og við verðum milljarðir í lokin. Á sama tíma með fólki á jörðinni fjölga hvað 2 eða 3 eða eitthvað. En hegemóniska valdi nefnilega sem sagt á útleið sko. Já, og það sem að gerast líka að stórir hlutar af Asíu eru að ná okkur hvað var að tækni og auð og hluti og þannig að sko Hans Rosling, sænski Nei, hann var læknir, hann var ekki mannfræðingur. Hann var búinn að benda á þetta að Vesturlönd þurfa að búa sig undir það að svona yfirburðastaða eða forystuhlutverk það fer en í staðinn fáið þið fullt af fólki til þess að gera alls konar hluti með sem bara jafnfætis ykkur og þið þurfum bara að þola það að gera það og besta fjárfesting fyrir einhvern í dag væri að kaupa sjávarlóð í Sómalíu og búa sig bara undir það að heimurinn ná að rísa úr fátækt og eymd og ef hann ber gefa til og svo gerist það að við förum að upplifa það að okkar svona yfirburðir fara að minnka og þá kikkar þetta alltið inn sama og kikkar inn þegar til dæmis karlar missa sína yfirburðastöðu til kvenna eða þegar vestræn lönd eða hvítt fólk missir yfirburðastöðu til einhverja sem er annan húðlit að þá kikkar inn að við reynum að ríghalda í einhver strá sem að festa í sessi það að við séum samt betri eða meiri eða eitthvað á einhvern hátt og þá ágætt að halla sér að trúni eins og Körk og hans lið til dæmis talaði mikið það að það ætti bara eitt atkvæði á heimili sem að fjölskyldufaðurinn færi með og hann myndi að sjálfsögðu ráðfæra sig við sína konu og nota það atkvæði vel þannig að það fyrir að kannski ákveð hverju matinn í stað já, þannig að það sem við erum að upplifa núna dæmigerð viðbrögð þess þegar forréttindi hverfa og þá förum við í gegnum sorgarferilinn, afneitunina, reiðina, gremjuna og bla 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 bla. Við erum stödd í reiðinni núna. Þetta þarf bara að fá sinn feril og svo það barnabörnin okkar eða börnin þeirra sem koma til með að átta sig á því að ekkert af þessu virkar. Bandaríkin verða ekkert betri af öllum sem viðskiptastríðum og tollum, ekkert af þessu virkar í raun og veru og þau munu fá að byggja eitthvað betra á rústunum og við þurfum bara að þola þann sársauka sem fylgir því að kjósa yfir okkur vitleysinga sem að höndla ekki það að lifa í friði og sátt við allt og alla. Freyr, þú sagðir sannleikann. Ég tók eftir því að ýmsir sem að voru að pósta morðið á Charlie Kirk sem að voru svona hans megin í lífinu einhvern veginn. Þeir töluðu að þarna væri mikill maður málfrelsis og sannleiksleitar. Það var að tala hér á Íslandi. Já, og það er svona, ég sagði, sannleiksleit. Sannleiksleitandi, þetta er truth seeker á ensku sem er svona úr þessari evangelísku pólitísku kirkju sem við sækja þetta og það er kannski svona tengt þessum samfélagsmiðlum
að Gasprarinn, þetta er náttúrulega bara Gasprari þessi maður, það var, að það er lítið á hann sé að leita að sannleikanum með því að hafna transfólki, hann hafnaði að rasismi sé kerfisbundin í Bandaríkjunum, hann hafnar skólakerfinu, hann vil að foreldrar kenni börnunum heima og þeir sem fá heimakennslu þeir munu sigra heiminn. Af því að þeir eru svo miklu betur undir framtíðina búin heldur en aumingjarnir sem verið að tróða í alls konar vitleysu inn í skólakerfinu. Og hann stillir þessu upp sem að þessi innræting í skólakerfinu og innræting í öllu samfélaginu, það sem verið að koma einhverju hugmyndafræðin í hausinn á fólki. En hann mótvægi við þetta sem kemur með sannleikann og afhjúpar blekkinguna og delluhugmyndinar. Þetta er eins og svona, það eru þið sem að trúið að jörðin sé flött. Ég er fyrir því að hún sé hnöttótt, en ég ætla eins og ekki að styðja vísindi við því, ég ætla bara að styðja það á biblíunni eða einhverju. En þetta þarna verið að stilla saman einhverju sem að virðist vera bara svona einhverju gaspursspeki sem að byggir ekki á neinu, sko. Nema einhverjum bara eitthvað sem hljómar vel. Það kom út alveg ótrúlega góð þýðing á bandarískri bók, þetta er bandarískan sagfræðing sem ég man ekki alveg hvað heitir hana, on tyrannism, einræðisherra og einræðisríki. Og hann sagði að fyrst að þú ert að byggja upp fasistaríki, við höfum séð þetta nokkru sinnum bara í mannkynssögunni, þannig að við erum með fordæmi fyrir þessu. Það fyrsta sem þú grefur undan, það eru blaðamenn og fjölmiðlar og vísindamenn, sem eru, ég vil ekki segja, einhvers konar handhafa sannleika, þeir reyna allavega að upplýsa einhvers konar sannleika og staðreyndir, en það fyrsta sem þú gerir, þú grefur undan þessu og þetta er markvisst gert núna í Bandaríkjunum að grafa undan trú á vísindi og hérna hefðbundum fjölmiðla og þá situr upp í Gasprarinn sem að eins og þú kallar hann Smári að þá er sannleikurinn ekkert annað, þetta er bara mjög gott orð yfir bara svona, við lifum á gullöld samsæriskenningu og það geta allir einhvern veginn og það virðist bara vera svona viðtekin venja þegar maður bendir á til dæmis loftslagsbreytingar af mannavöldum, ég trúi bara ekki á það en hvað með, þú veist 2000 vísindamenn sem að hafa rannsakað þetta, já, þeirra sannleikur er ekkert merkilegri minn sannleikur. Þegar að tala við vísindasamfélagsins sem hindurviti. Já, en sko, að einhverju leyti skil ég þessa svona skort á tiltrú, gagnvart fjölmiðlum. Ég er nú búin að vera að horfa á Gaza hérna í 2 ár og horfa á RÚV. En við erum ekki þannig fjölmiðla, við erum að tala bara háskólasamfélagi. Nei, við vorum að tala líka fjölmiðla, hvernig svona einhvern veginn það hefur grafist undan mainstream eða svona þessu meginströms og ég meina, þetta get ég ekki horft á vegna þess að þetta er mjög svona einhliða umfjöllun. Þetta eru kannski svona góður, dísent Ísraelar en þetta er ekkit sko út frá neinum, þú veist, þetta er engin réttlæti, þið vitið, ég fer annað að horfa á fréttir af alls konar stríðum að því ég treyst ekki Vesturlöndum í þessum yfirleitt er einhverju brjálaðar hagsmunir að baki, þannig að, þú veist, ég skil mjög vel að verða nájuð yfir og þetta er ákveðin sannleikur. Ég meina, þú veist, þú ert að lýsa ákveðinni sprenging og spítala, skilurðu, þetta gerðist, það voru þarna brenni tjöldin eða eitthvað svona. Þú getur fjallað þetta eins og þér finnist virkilega fólkið þarna, brúna fólkið eiga rétt til lífs eins og þér sjálf. En þú getur líka að horta á þetta er stórhættulegt fólk umgja Ísrael eins og við höfum svo sem verið forrituð einhverju leyti bara í gegnum söguna. Svoleiðis að ég skil vel, þú veist, ég skil vel sem betur fer maður ekki niður þessar kanínuhólur en ég skil vel að það geta verið freistandi. En það er mjög hættulegur heimur. Það er alls konar öfl sem eru að kaupa undir þessu fjölmiðla en ég held við verðum samt að trúa á heiðarlega blaða og fréttamennsku. Þegar við trúum frekar samfélagsmiðlunum heldur en hefðbundnu klassísku, þá erum við á mjög hættulegri braut. En Freyr, en ef það er þannig, þetta er mér einhliða og þetta er alveg, þú veist, við erum að tala þjóðamorð, ég veist ekki með að þú hafa verið að fylgjast með meginstunds fréttum og þetta, þú veist, ég held að sé alltaf þetta neita því að þetta sé einhliða svona Ísraelst og þú ert með mann sem hefur verið ákærður fyrir þjóðamorð mögulegt
og það alltaf verið að vísa í hann í öllum fréttum. Þú veist, hvenær væri það í einhverju öðru tilfelli nema við héldum pínu með honum? Þú verður einhvern veginn að svoleiðis að RÚV hefur verið með það því þannig, það miður- talsmaður Ísraelsstjórnar og yfirleitt nú bara forsætisráðherrann sjálfur sem að kemur með einhverja útskýringu Og það er atburða alltaf dagsins. verið að Hverju sýkra einasta það. fréttatíma, þeir eru Já. svona nýhættir þessu, eins og RÚV sé að leita að einhverju leið út úr þessu, það hafi ekki verið samverkamenn í þjóðamorði. En þannig var þetta í 1,5 ár. Trúið Svoleiðis að- þið í alvöru að fréttastofa RÚV Nei, sé einhverju síjónistar heyrðu, og nei. talsmenn Af hverju Ísraelsstjórnar? eru það með svona Þú fréttir? manst í mannfræðinni. Af hverju eru þeir með svona fréttir? Býtu, en þú manst, má ég aðeins, að því að Já. þetta er mannfræði Já, félagi. já. Þú manst að við erum bæði manneskjur og svo búum við í veruleika. Manstu Habitus, Pierre Bourdieu, Já. þú ert alltaf samfélagsver og það er ákveðin, þú ert hluti af líka einhverju samfélagsgerð sem er auðvitað sko heilin versus það samfélag sem hún býrði í. Þannig að ég er ekki að segja að fólk vakna einhver fréttamenn RÚV, saklausir vakna á morgnana og segja ég ætla bara, þú veist, tala hér út frá sjónarmiðum Netanyahu. Þú gerir það bara út af alls konar einhverjum kýtlandi tilfinningum, einhverju svona valdi sem þú veist ekki alveg af, en þú gerir það samt og það er ekki hægt að neita því og þá segir maður, á ég þá að þegja og segja að þetta er betra heldur en bullið, eða á ég að hugsa, því miður treysti ég ekki lengur megin strömni þegar kemur að það svona málum. Það er ekkert til sem heitir fullkomlega hlutlaus fréttum. Þetta er ekki bara Þetta er það. fólk að segja fréttir, en Þetta er verra en það fyrir. ég hef miklar ágjur af því Já. að hinnir hefðbundna fjölmiðlar að hrynja og Já. samfélagsmiðlar að taka við og það sem við erum að tala núna er til dæmis morðið af þessum áhrifavaldi og þetta menningastríð og þessi borgarastyrjöld sem er uppsiglingu og ég er bara stórar ágjur af því að fólk trú ekki lengur hefðbundu fréttastöðum En Guðrún Margrét er að segja að það sé ástæða fyrir því. Það var þess gerð rannsókn á hvernig BBC fjallaði þjóðamorðið Já. og það bara kemur í ljós að þetta er bara afspyrnuléleg fréttamennska Við erum sem er náttúrulega- öll út frá munni Ísraelsmanna. Við erum Af hverju ættum við að náttúrulega treysta því? öll eitthvað svona Við afur það bara að hætta að treysta fjölmiðlum. Nei, bara við Ef þurfum að- að vera Ekki gagnrýnin. smætt þetta Bara svona, vera já, gagnrýnin, já. að því við erum með þetta öll afurð okkar, þú veist, umhverfi sem maður Já. sér þetta í fyrirsögnum þegar það stendur kannski einhver lést, einhver var drepinn, Já. einhver var myrtur, þú veist, þegar það er búið að fjarlæga kannski gerandan úr setningu, bara eitthvað svona mörg börn létust og maður er Já. svona, ó, létust þau, voru þau Já. með einhvern sjúkdóm Já. sem að dráðu til dauða eða var einhver gerandi þarna Já. sem ætti að vera í setningunni Akkurat. sem að útskýrir rauninni fréttina og kemur með fyrirsögnina til að vera með lýsandi heiti rauninni á því hvað átti sér stað og maður sjálfur kannski áttar sig ekki alltaf á því að maður jafnvel gerir þetta sjálfur, maður skrifar Akkurat. eitthvað og fattar bara já, byttu, nú er maður farin að tala inn í einhverju svona ákveðna Akkurat. orðræðu Já. en áður en við förum út úr samfélagsmiðlunum mér finnst það með athyglisvert að sjá sko emmitt þessi svona sannleikur að við búum með þetta bara í umhverfi þar sem að ungt fólk þarf aft að hafa mjög mikið fyrir hlutunum, það er að vinna fullu, það er að reyna að komast inn á fasteignamarkaðinn, kaupa sér húsnæði og svona og núna finnst mér mjög athyglisvert að sjá hvernig er talað sko til ungra kvenna og svona út frá hægrinu, feminismanum, þetta sé bara rosa slæmt, konur sé að slíta sig út, af hverju vil ég ekki bara njóta þess að vera heima, þið getur bara að fengið ykkur kall og þið er þetta bara að vera í hlutverkinu heima, þú veist, af hverju eru þið eitthvað svona elda feminisman, þá bara munið þið brenna út og upplifa kulnun, það eru þetta bara miklu betra að taka nokkuð skref tilbaka, kallinn sé fyrirvinna heimilisins, þið getur verið heima, sjá heimilið, fyrir elsku kallinn ykkar og það kannski taladaldið, það kannski þessi orðræðadaldið hjá hægra íhaldinu sem að nota einhvern veginn kristnina og er bara með þessa ímynd af þessari kjarnafjölskyldu þannig að það er alveg athyglisvert emmitt, þú veist, það eru þetta alltaf okkar umhverfi sem að mótar hvernig við sjáum heiminn, þannig að þú ert ung kona í dag og bara nærði ekki einhvern veginn að þú veist, ert kannski í 2 störfum, ert einstæð, ert á leigumarkaði og þú hugsa kannski bara býtu, er þetta feminismin að ég geti verið bara eitthvað skítbleng? Æ, skilji? Já, einmitt, í láglunastarfi, kvennastarfi. Ég er með tilgátu og sem að hefur í þróundaldi lengi og hún er svo að hluti af vandanum hjá okkur og Bandaríkjunum og nær alveg til okkar líka er að við höfum vanrækt að gefa börnum rými eða hvatningu til þess að hugsa og vera sjálfstæð í því hvernig að nota sína dómgrind og við höfum eitt of miklum tíma í það að segja þeim staðreyndir að sannleikann heiminn og og þau meðtaka þetta í einhverju svona lífsgæða kapplaupi studentsins sem er upp á ef þú fær góðar einkunnir þá þetta svara öllu rétt og hafa svör rauðum höndum
en þú hefur ekki verið skapað þetta rými til þess að prófa að hafa rangt fyrir sér, prófa að þekkja mun á vondum og lélum og skoðunum, prófa að skoða hættulegar hugmyndir og ræða þær og mál eins og Ísrael-Palestína eru ekki rædd nema annarkvort út frá einhverjum mjög yfirborðskenndum punkti eða bara alls ekki vegna þess að þetta getur triggerað eða ýft upp og einhvern veginn erum við sek það að vera gikkrædd að sko allt sem við segjum getur einhvern veginn komið okkur öllum á jafnvægi og þess vegna með ekki í raun og veru takast á við hluti og þess vegna mæta þessir sko öfgamenn í Bandaríkjunum og hafa gert og ég meina Kirk var 4. kynslóð af svona lukkutröllum sem komu inn í háskóluna nákvæmlega þær stofnanir til að segja að kennararnir ykkar eru innrætingar maskínur sem að haldi yfir ykkur byssu, þú veist, þeir eru búin að borga mikið og þið verðið að svara eins og þeir vilja, við erum komin inn til að segja ykkur satt og þegar ef fólk fær ekki að hugsa sjálfstætt fyrir að vera 18 ára eða 19 ára þá gengur fólki gegnum mjög síðbúin svona uppreisnarskeið sem fylgja öllum andlegum þroska þú veist, krakkar gera alltaf uppreisn og fá hættulega skoðanir og það er bara partur af því að verða hugsandi vitsmunavera og við höfum vanrækt vitsmunaveruna í fólki og það hefur leitt til þess að við erum bara orðin býsna léleg í því að eiga skoðanaskipti og ekki einu sinni, við erum bara lélega að mynda okkar eigin skoðanir. Þær geta bara komið til okkar með miðlinum eða úr áttinni og það er ofmikið af fólki einhvern veginn sem að ritskoða sjálft sig og hugsa bara hvað á mér að finnast þetta. Nú er ég feministi eða kommunisti þannig að ég verð bara að passa mig vegna þess að sko ef ég sé eitthvað vitlaust þá fæ ég bara á mig eitthvað frá Gunnari Smára, hann er skrifað pistil, Ragnar er að misskila heiminn verulega illa, hann hefur ekki átt að segja á því að á Kúbu gerist þetta og þetta og þetta og hann er komin að sveif og ég er bara einhver nötrandi hræddur og þannig að ég held að grunnvandinn liggi dálítið þessu að búið að vara við þessi Bandaríkjunum frá sko löngu fyrir 1990 að við verðum að leyfa skólum að fara staðir þar sem fólk fara að hugsa, það var rangt fyrir sér og læra að hugsa saman í samfélagi og Ísland held ég þetta sé ekkert flókið, ég held við sem einhver leyti í sömu sporum hér en þetta sem er RÚV fyrir mér virkar bara eins og manneskja með sprengjulosta. Það er búið að ráðast á RÚV úr öllum áttum endalaust, þeir geta aldrei ef einhver ánægður með það, þá er einhver annar óánægður. Þannig að menn eru fannir að ritskoða sjálfur svo heiftarlega að þeir reyna að halda sig einhverju svona einstigi og texta ekki eins og í þessu máli. Og þar held ég að málið sé að það vanti á ritstjórn RÚV, það sama vanti í ríkisstjórnina, það vantar siðferðilegt hugrekki. Það vantar siðferðilegt hugrekki til að standa einn með skoðun og fordæma hlut sem er augljóslega siðferðilega rangur og er óverjandi á alla kanta og standa bara fá það bara í fangið og takast á en það þarf að vera einhver sannfæring. En blaðamaður og fréttamaður á ekki að fordæma eitt eða neitt en ég get ekki betur séð, ég horfi reglulega á RÚV og BBC og það eru bara mjög greinar góða lýsingar á þjóðamorðinu á Gaza. Er það samt? Það er búið að vera mjög sveiflukennt, stundum hefur þetta verið svona hverjum degi við að lesa frétt og lýsingar af því sem er að gerast. En eins og með Eurovision, nú man ég ekki alveg hver tekur þá ákvörðun, það er væntanlega stjórnin eða, ég man ekki alveg, en sko að því núna sér maður fyrirsagnir eins og hvað er það, skoða að mögulega ekki taka þátt eða taka þátt mögulega með fyrirvara eða þú veist það er alltaf að skoða að meta hvort við getum ákveðið hvort við ætlum að taka ákveðið. Og okkur heyrist að RÚV sé búið ákveðið að taka ekki þátt ef Ísraels verður með. En það hefur aldrei komið fram að bara hann Rúnar Freyr, leikari sem hefur sagt þetta. Nei, þetta var þannig að við fórum með þetta, RÚV fór með þetta inn á vettvang sjónvarpsstöðvanna, Eurovision og þar var mikill hiti og reiði og bara var verið að fara að sparka Ísrael, virtist vera, út og þá sögðu Bretar sem eru náttúrulega nátengdir Ísrael og skítræddi við antisemitisma stimpilinn. Það var nú bara einn forsætisráðherra þurfti að taka póka sinn út af Corbyn, honum var sparkað og þeim forsetum síðast að Bretland bað að ákvörðun er ekki tekin á þessu fundi, heldur er máli rætt áfram og ég upplifi RÚV eins og það hafi viss það sé ennþá meiri hluti fyrir að sparka Ísrael inn á þessu vettvangi og þau sé að reyna að nýta tækifæri að segja að RÚV ætla ekki að lýsa yfir neinu fyrir þessi frestur er liðinn og þetta apparat hafi tekið ákvörðun. Þetta ásamt ekki vera flókið. En þetta mál mun ekki vinnast í Eurovision, það verða að koma einhverjar harðari aðgerðir heldur það. Birtingamynd eitthvað skonar. Það verða að koma einhverjar harðari, við verðum að hætta viðskiptum við Ísrael.
hafið séð skúrin í Hafnarfirði sem orðið svona lítið gasaskúr þar sem að einhver skrifaði vopnahlé strax, þetta niður við Höfn, einhver skrifaði vopnahlé strax á ensku og svo var búið að krota við hliðina Davíðsstjörnur og skrifa fuck Hamas. Wow. Og svo var búið að mæta og kroti við það og setja og það var svona búið að vera svona stríð í svona 2 ár eða eitthvað þannig að niður í þessum skúr við höfnina. Það var búið að mála yfir eitthvað þessu núna en það ennþá einhverja leifar. Merkilegt. Samskipti í skúrnum eða þannig væntanlega ekki fólk að tala saman og hittast og ræða hlutina og eiga eitthvað svona vitræna samræður sína skoðanir. Það er bara dálítið komið í eitthvað svona birtingamyndir bara ég verð að lýsa þessi yfir því þetta er rétt í sannleikur. Og einhver ísraelski ferðamenn eru þarna á hótelinu hinum með göttuna og sækja sér spraybrúsa. Já. Það er líka ameríska túrista þegar er svona ganga til stuðnings Palestínu og þá sér maður stundum fólk gera hróp að göngumönnum. Já. Það var útifundir víða land, þjóð þjóðamorði, gríðarlega öflugir fundir og það var ákveðin svona stemming eins og að gæti ekki að koma út úr ríkisstjórninni og fundur í utanríkismálanefnd á mánudaginn og það kom eiginlega ekkert út úr því. Nei, en ég var einmitt með datt í hug Freyr, þú veist að skiljanlega að verja þenn gamla vinnustað. En já, sem sagt útspil Þorgerðar Katrínar eftir 9.000 manns á 7 stöðum á Lundunum, mjög falleg samstaða, 190, endaði með 190 stofnanir og félagasamtök skrifuð undir og svo koma þessar 4 aðgerðir sem eru eiginlega bara svona, maður hugsa bara, eitt er greinagerð við kæru Suður-Afríku, þú veist, þetta er bara orðalagið og svo kemur merka ísraelskar vörur af landráns sem við veitum náttúrulega ekki að snerta sem að, ég skil ekki ef þetta er þá mögulega þjóðamorð, akkur ekki þá bara gegn öllum ísraelsku vörum hvað var það í sambandi við fríverslunarsamning eitthvað uppfæra ekki uppfæra, þú veist, ég meina þetta er svona Þetta er sama og gerist hjá fréttamönnunum. Þú ert, hún Þorgerður Katrín, hún þorir ekki meiru. Þú veist, það er ekki eins og hún sem manneska sé ekki að sjá sömu fréttirnar og við. Þú bara þorir ekki, það er margt sem hefur áhrif á þig. Og við erum náttúrulega bara, þú veist, við erum náttúrulega bara hlýðan því sem Bandaríkin segir. Það er augljóst og þú kemur, þú veist, eftir það slátranur á gas eins og ég þarf ekki að segja eitthvað frá. Og svo kemur þetta og hvað var aftur fjórða sem að handtöku eða ekki og þau já, bara vestur komubann á já sem eru ekki beint kalla farbann en þýðir að þeir ekki koma til Íslands eða fara í íslenska lofthelgjum já, þeir sjáu ef miða við magnitútið á því ástandi sem er verið að bregðast við þá er þetta ekkert þetta er minn en hænuskrif þetta er minn en hænuskrif og þetta er svo merkilegt einhvern veginn, þú veist þess vegna er maður, þú veist, ekkert hissa á allt sem pínu sturlað í dag. Fjalli fældi mús. Já, akkurat. Það er samt meira og annað en Bandaríkin er að gera og þarna vill hún ganga í takt við EFTA-ríkin og þetta er meira en Evrópusambandið er að gera. Þetta er minna en Evrópusambandið því að Ursula von der Leyen var með ræðu daginn eftir og ég bara heyrði ekki betur en hún var eiginlega herskári og hún sem er búin að vera eiginlega helsti stuðningsmaður þjóðarmálsins hún var neitt til þess að flytja ákveð erindi sem var henni augljóslega þetta geð en það var samt eiginlega mér fannst það eiginlega það var verið að skoða stoppa allar fjárfestingar í Ísrael það var verið að og Evrópusambandið situr náttúrulega uppi með það er einhver stofnunin í Evrópusambandinu sem búið að úrskurða þarna sé líklega þjóðarmorð að ræða og getur Evrópusambandið ekki annað en tekið að endurskoða öll viðskipti við Ísrael við höfum ekkert svona Evrópa er allan að gera meira en Bandaríkin. Bandaríkin eru náttúrulega að gera, þetta er náttúrulega bara þjóðamorð Vesturlanda á Gaza. Hverjar voru kröfunar aftur, kröfur útifundarins? Viðskiptabann, svo kom eitthvað með stjórnmálaslit, þetta var í raun og veru ekki kröfur fundarins. Að taka þátt í kæru Suður-Afríku. Taka þátt í henni og ganga í Eurovision og handboltan og fótboltan og öllu tóti alls staðar sem Ísrael er með. Akkurat og svona þessar sniðgöngu menningarlegu segja upp fríverslunarsamningi EFTA við Ísrael. Akkurat, þetta voru ýmsar tillögur sem komu sem sagt. Það var Ingibjörg Sólrún sem tók heila að sér að nefna þetta og ég var þarna á vellinum og ég upplýði að þetta væri bara að þetta væri samþykkt fundarins. Já, og mér finnst að Ísland eigi að nota sína rödd og geti það alveg af því að það er eins og stemmingin hjá ríkisstjórninni sé við þurfum að vera í
bandalagi með öðrum þjóðum sem alveg, Já. þú veist, gott að blessa þetta Sjónarmið. bara strength in numbers hérna, en sko líka ef að Ísland gerir eitthvað það bara rosa stórt, þú veist, Akkúrat. það alveg tekið eftir því ef að Ísland þjóð eiga stígu fram Þú verður líka að gera þetta bara fyrir okkur, sko. Já, það er málið. Þetta er bara Gera það rétta. do the right thing, Já. eins og þetta. Akkurat, alltaf að gera þér rétta Maður hugsa stundur sko samt að það eiginlega guðið sér lofa að Bandaríkin sko fari varlega vegna þessi hvers skipt sem Trump hefur látið sko skín í það að hann ætli að fara að setja einhverja kröfur þá gerir Netanyahu eitthvað sem er óafturkræft og hræðilegt Já. og þegar Trump sagði að það gæfi 2 vikur til að klára málið við Íran að koma á samningaborðinu þá sagði Ísrael bara nei, þá förum við bara inn við förum bara með kommandó, bara einhverja sveit þarna í þessi fjöll og þá þurfti Trump að fylgja því eftir og senda flugvélarnar og þegar að Trump leyndi síðast að vera harður við Netanyahu þá byrjaði þjóðinsinsanirnar á fullu þá ákvað hann að ráðast á Gaza þannig að Netanyahu er búin að kenna Trump það ef að Trump er með einhver leiðindi þá bara kastar Netanyahu ísraelsku þjóðinni bara út úr flugvélinni og það verður bara að gera svo vel að fara eftir með fallívar það er bara, þú veist, Netanyahu er í þannig svona heimsenda stöðu með sjálfan sig og ríkið Skottið dinglar hundunum Já, og varandi Ísland og til dæmis þegar að sprengjuregnið var hann yfir Íran og Ísrael réðst á Íran og síðan búið að ráðast á Katar og bara ræðst á alla hann í kringu sig að því að Trump náttúrulega er vonlaus leiðtogi Bandaríkjanna að þá sá ég ekki betur en að íslenski utanríkisráðherrann hefði birt nákvæmlega sama tístið og allir evrópsku utanríkisráðherrar. Allt svona er ákveðið í einhverjum klúbbi sem að íslenskir utanríkisráðherrar vill vera gildandi í og hún er ekkert að fara að breyta því að við þó Ingibjörg Sólrún biðji annað. Hún fer bara beint í klúbbin og segir það er pirringur hérna, hvað get ég gert sem að samt er, þú veist, í okkar innan sem við ætlum að gera og svo er þið bara öll að bíða eftir því að einhver ákveði þetta. Og svo þegar einhver ákveður þetta og loksins bara verður sko þá gera það allir þá segja allir já, þetta er ekki að segja allar Já, þá er það fólk kannski að bera ábyrgð á því sem það segir og það sem að allir í þessum klubbi sögðu eftir 7. október var að Ísrael hefði bæði rétt á því að vera sig og bæði skylda til þess. Þetta er bara hundaflauta gagnvart apartheidstjórn Ísrael. Þið megið fara og drepa palestínumenn, þið megið taka land og þið megið rekja það af og þið megið starta þjóðamorði. Þetta þýðir ekki neitt annað og menn verða að bera ábyrgð á því að hafa tekið þátt í þessu. En ætli menn hafi nú samt ekki reiknað með þetta eins og er búið að gera svo oft áður. Við erum búin að fara í gegnum það fyrir aftur og aftur. Það er bara landvinningar, rekja fólk í burtu. Já, þetta gengur miklu lengra. Ég veit það, en þetta er bara lokalausnin. Ég held að menn hafi reiknað með þetta svona eins og venjulega. Það er farið inn. En af hverju eru menn að samþykkja það? Það verið farið inn. En að samþykkja apartheidríki sem að stundar kerfisbundna slá grasið við og við. Það er náttúrulega stærri ráðgáta af hverju, þú veist, við erum löngu búin að viðurkenna Palestínu og af hverju, þú veist, sættum okkur við landnemabyggðirnar og það allt saman. Það er bara Það er að því við höldum í Ísrael. Það verður að vera hálfgett grín hvernig við getum viðurkennt Palestínu. Meira og minna Ég er alveg 100% Ég upplifi ekki mikið svona höldum með Ísrael í grunninn. Og Bandaríkin, þar fjara rosa hratt undan stundum Ísrael. En sko ég meina stjórnvöld, ekki fólk. En það er ábyrgð sem fylgir því að viðurkenna Palestínu og þá þarf, þú veist, það er ekki eins og segja setninguna punktur og svo er þetta búið. Það er einhver ábyrgð sem að fylgja. En ef ég má segja eitt þessa aðgerð sem við fórum í, ég sem hluti af ASI og við vorum auðvitað skipuleggja þannig viðburð og það var óskaplega mikill hasar og læti og gaman og en það sem ég hugsaði gæti jafnvel haft örugglega hefur mikil áhrif er það að þarna voru sko félagsamtök á Íslandi, stofnanir tilneydar að setjast niður saman og ákveða hvort þú ætla að styðja þetta frumkvæði, þið vitið og þjóðgegn þjóðumorði og eins og vorum að tala þið vitið það að við getum ekki talað saman lengur, þetta hefur þvingað fram samtal. Ég veit ekki í öllum tilfellunum, en og þið sjáuð, ég meina það var tekið samtal hjá hjúkrunarfræðingunum, þau ákváðu að vera ekki með og ýmsir blaðamannafélagi sem kannski má deilum hvort að hefði átt að gera það ekki. Það vilja kannski að séu fleiri blaðamenn drefnir. Líklega, en nei, ég segi svona, en þið sjáuð, þetta hefur pínt fjölda manns af því að það er ekki allir sem lifa og hrærast í þessu máli, eins og kannski við hér, en
hafa ekki þurft að taka henni Blaðamenn afstöðu. ætti að gera það, sko. Auðvitað ætti þeir að gera það. Já, En mjög ég segi erfitt með að bara skilja það hvernig þeir geta ekki eitthvað ég bara skil það hlutleysi, ekki, sko. eitthvað, ég veit það ekki, en allavega hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem var eiginlega svona mest sjokkrandi fyrir mig, kynsistur okkar, en og það er verið að slátra þeirra félögum, en sko mér fannst þetta vera svona kannski eitt af því góða sem að kom út úr þessu, þessi, þú veist, fólk neyðist til að sittast niður og ræða þessi mál. Og ætti að vera víðar og það var svolítið krafa það akkurat. líka að væri stofnanir og fleira og svona háskólinn getið tekið til sín sem að myndu hætta samskiptu við Ísrael. Já. Þannig gerðist andstaðan gegn apartheid í Suður Afríku. Akkurat. Hún spratt neðan frá fyrst í mótmælum og svo komu ýmsar stofnanir og fleira sem tóku. Þá getur stjórnvöld stóðu frammi fyrir því að þau urðu bara að vera með líka. Já. Það var aldrei þannig að topparnir tækis ákvörðun. Það gerði það ekki bara fyrir en þau voru bara að drukna í aðgerðum almennings. Ég meina Nelson Mandela var náttúrulega hryðjuverkamaður, skilgreindur hryðjuverkamaður og ANC var hryðjuverkasamtök, voru hryðjuverkasamtök, svo þið sjáu að hluti getur nú aldils breyst. Og Pinochet var góður gæi. Já, En svo er þetta, sko, þarf að hugsa pólitísku leikjafræðin í þessu. Að sko ríkisstjórn sem situr í landi sem eins og öll önnur lönd er að umpólast, er að skautast, það er að vera til svona, sem sagt fólk er að fjarlægast. já. Þá getur nú bara hreinlega verið pólitísk klókara að leyfa þeim sem eru þarna megin að vera bara dálítið fúlir vegna þess að það gleður dálítið þá sem eru hinum megin og það er ekki eins og þeir sem eru hérna megin sem að fara þá að kjósa Sigmund Davíð í staðinn eða eitthvað. Þannig að út frá svona bara klókinda stjórnmálum, það getur bara verið svona hugleysi og sko afstöðuleysi getur bara verið snjallasti leikurinn á borðinu á hverjum tíma. Nú, hvernig, ég ekki alveg að fylgja? Já, bara ef að Já, þú meinar svona klassísk afstæða vinstriflokks. Við þurfum ekki að teygja okkur til vinstri því að það getur ekki kosið annað við. Þannig að við förum bara til hægri og verðum bara eins og Keir Starmer. Já, nei, við verðum bara hérna, við reynum bara svona, það eru ekki bátnum. Þetta er Keir Starmer-reglan, ég ætla bara að verða eiginlega verri en Nigel Farage. Kannski, já, ok, hann er reyndar á uppleið, mikill uppleið þar. Mikill uppleið. En þetta kann að vera mat svona pólitíska spunadóttora að þetta sé bara snjallast að gera. Já, það má vera. Það eru talandi pólitíkina, það var þingsetning. Það var rosalega gaman. Já. Þau voru öll með svona gul blóm eða flest með svona gul blóm eða ekki? Já, það er gulur september. Þingi fór frá í sumar svona, ég held að ég ætti að segja það að almenningur hafi verið frekar og leitt á þessu og ekki eftir að trúa þessu. En það var líka þannig að það var fátt afgreitt, það var eiginlega bara eitt mál afgreitt. Hvaða væntingar hafið þið til þess að þing sem er að koma núna? Heldur þetta verði bara sama? Ég sá Ólafur Þór Harðarson var í einhverju trúið því að notkunin á beiting kjarnorku ákvæðisins svo kallaða í þingskaparlögum yrði til þess að það yrði ekki málþóf. Ég er ekki sammála þessu mati hans, ég held að verði málþóf. Ég held að það verið stafað bara út nákvæmlega, sko við erum komin 15, 16, 17 ára aftur í tíman. Svona 17, 18 ára aftur í tíman. Sigmundur Davíð mætti bara þarna í ræðustólinn og sagði bara, munið hvernig ég fór með Jóhannu? Munið hvernig ég fór með síðasta fólkið hérna sem reyndi að koma inn og segja að það ætlaði að fara að hreinsa til? Munið hvernig það klúraðist allt? Það skilaði líklunum. Já, munið eftir þessu. Þið eru að fara að fá nákvæmlega sama. Þið eru að fara að fá nákvæmlega. Ég mun eyðileggja þetta allt fyrir ykkur og ég mun tefja og ég mun þæfa og ég mun eyðileggja allt. Og þið getið gleymt því, alveg eins og Jóhanna gat gleymt því að reyna að koma sér í stjórnarskrá í gegn, þá getið þið gleymt þessu ESB-dóti og rugli, ég mun eyðileggja allt fyrir ykkur. Og það tók síðast með samhentu átaki Sigmundar og Framsóknarflokksins þá og Sjálfstæðisflokksins. Hvað er þetta lági jarðálfur? Þetta hljómaði þetta ræða. Já, hann bara kom akkurat þegar við tala um Jóhannu Sigurðardóttur, þú veist, í upphafið þings. Eina ástæðan til bara að rifja upp, við eyðilögðum hana. En menn eru pínu nötrandi þegar þeir sá fylgi hrinn í skoðanakönnum. Jóhanna var meiri manneskjaldur en þið verðið nokkuð tíman og ef ég get étið Jóhanni þá get ég étið ykkur. Og svo kom Sigur Ingi sem síðast þurfti að hreinsa upp skítið þegar Sigmundur Davíð keyrði á fullri ferð á vegg og sagði svona börni mín, svona. Við getum alveg bara verið góð og þannig að hann er bara að reyna, við erum bara að endurtaka stjórnmálin fyrir 18, 17, 16 árum.
og það var bara tímabil svo stórkostlegs óstöðuleika og rugls að það endaði þannig að Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir og Sigurður Ingi náðu að sannfæra sig það að nú væri ekkert verðmætara í íslensku samfélagi heldur en 8 ár eða svo af pólitísku stöðuleika þar sem við næðum 8 og getum verið að vinna og það endaði því að þau greru saman í þennan óskapnað sem síðan var slátrað í síðustu kosningum og við erum bara farin í enn eina rúlluna af þessu og Sigmundur mun vera þarna út á vellinum með lensuna sína og pota og þetta þing verður alveg hræðilegt. En ekki slatta málum núna dagskrá sem eru svona hægrumál, þú veist, það verið að skerða réttindi til atvinnu þetta atvinnuleysis, hvað heitir þetta? Já, og svo eins og það orða tiltekt í útlendingamálum, mér finnst alltaf mjög sérstakt að tala sömu mál og fyrir ríkisstjórn hafi búið til. Já, að tala tiltekt eins og sérst að sópa bara einhverju óæskilegu út af heimilinu, mér finnst þetta svona ekki vandað málfar. Talandi með mitt forsætisráðherra var mikið að tala að við berum ábyrgð á okkar orðum og þurfum að tala af ábyrgð og eitthvað slíkt en þetta er alveg mál sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn ætti að geta samþykkt ýmislegt þarna, eða ekki? Það voru mörg mál sem að dóu í sumar sem að voru einmitt svona sem að var sagt býttu okkur hleypti stjórnarandstaðan sig í gegn og þá það líklega sem að vera að benda á hér það er bara að stefna þeirra að láta ekki ganga upp markmið okkar er að láta þessa verkstjórn verða verklausa. Já, maður sá það svolítið í umræðunum í vikunni að Bergþór Ólason til dæmis á Miðflokknum var mjög hneykslaður yfir því að þessi ríkisstjórn væri að taka gömul mál þegar Daði fjármálaráð útskýrði að flest þessara mála væru bara einmitt gömul mál frá fyrir ríkisstjórn. Þá var hann mjög hneykslaður yfir því að núverandi ríkisstjórn væri bara sammála síðustu ríkisstjórn væri að taka upp hennar mál og það er bara einmitt þessi pólitík sem vorum að ræða í upphafi þáttarins það er skylda stjórnmálamanna úr sitt hvorum flokknum að vera ósammála no matter what. Akkurat, óþolandi. Þegar ríkisstjórnin er skepna sem er búið til úr 3 flokkum þá er þetta alltaf eins og þrífættur einstaklingu og þarf ekki mikið til að hrasi og ég held að þeir séu búin að reikna út að það muni reyna mjög á Samfylkingu og Viðreisn sem eru hugfangin af Evrópudraumnum að hafa flokk fólksins og það sé leið stærsta tækifæri til að eyðileggja sé að reyna einhvern veginn að búið til vesen í kringum flokk fólksins og því verður örugglega beitt og reyna að fella hana og ef það er ekkert annað, ef að ríkisstjórnin spila bara mjög safe og ætla bara að gera þetta rosalega sitja bara í gömlu máli þeirra og segja bara já, þið viljið þetta þá kemur alltaf að bókun 35 það kemur alltaf af þjóðaratkvæðagreiðslu ESB, það kemur alltaf að einhverju máli og ríkisstjórnin ríkisstjórnin getur ekkert endalaust bara geymt það að fara í slag á endanum þarf að fara í slag og hún sýndi veikleika í sumar hún sýndi alveg greinilega veikleika í sumar að menn beittu þessu ákvæði en voru samt einhvern svona bljúgir og beygðir og einhvern veginn og tók út að hluta til vegna þess að Samfylkingin og Viðreisn vildu ekkert strandveiðimálið í gegn í þeirri mynd sem það var. Þetta skrítin endir, það var eins og tæki út sársaukann á þess að sækja sigurinn fjárlagafrumvarpið hefur lagt fram við fyrir ekki að fara við það. Það var samt eitt sem að mér hefast vera eitt skrítnast það var að draga saman íslenskukennslu fyrir útlendinga. Furðulegt. Sérstaklega í ljósi ég gerði að skilja þetta, ég er alltaf að hugsta ég bara skilja fleiri vandamál heldur en að leysa eitthvað og líka því að það var þegar hann Mummi var félagsmálaráðherra þá var sett mikil vinna í að útbúa stefnu í innflytjendamálum og það var eiginlega unni bara gríðarlega vel við vorum 2 frá ASÍ í þessari nefnd og vorum á fjölda funda og það voru 500 fólk að erlendum upprunum all land í rýnihópum til að gefa sitt álit fulltrúar allra, rosa flott og svo bara einhvern veginn kemur ný ríkisstjórn þessi stungu hann í skúffu því miður og þetta var eiginlega bara mjög vel unnið og ég gleymi einu það var OECD var fengið til þess að útbúa svona reisa skýrslu og það var einfaldlega vegna þess að það var svo
mikið af gögnum sem hreinlega vantaði tölfræðigögnum, þannig að það var mikil hjálp í því og eitt af því sem þar kom fram var það að það er langminnst fjármagnið í íslensku kennslu af öllum Norðurlöndunum sem Og innflytjendur hér talað miklu síður íslensku heldur en viðkomandi mál. Akkurat, og það munaði bara töluverðu og svo þegar við sjáum yfirlýsingur nýrra ríkisstjórnar að þá er í raun og veru við pínu sjokkeraðir vegna þess að við sjáum að þau taka það er hvergi minnst á stefnuna, það er minnst á þessari rýnihópa og OECD vinnuna og íslenskan er tekin út sérstaklega og þá fórum við að hugsa svo skrýta að pikka bara eitthvað svona út þegar hlutir eru unni svo vel í einhverju samhengi með framtíðarsýn að þá tekur þú bara eitt út, svo að við vorum hálf fúlar yfir því sem sagt þegar vorum að skoða þetta. En þess að ríkisstjórnin er að taka ýmis mál frá fyrir ríkisstjórn. Já. Efnahagsstefnuna og meðal annars íslensku kennsluna. En hefur ekki haft áhuga á þessu? Jú, bara íslensku kennsluna. Tóku það út fyrir sviga og skildi eftir restina og allar svona En er það ekki leggja til að verði dregið úr? Jú, þess vegna erum við svo gapandi hissa yfir því vegna þess að þetta var svona þið stóra mál og einhvern veginn allir verðast að vera sammála því að það þarf að bragabóta þessu máli en svo lækkaðu bara töluvert fjárframlögin sem að í raun og veru meika enga sens og svo segir Kristrún Frostadóttir greið, mér fannst mjög óheppilegt og ég skil ekki hvernig, þegar hún útskýrði hvers vegna þetta var í Kastlustætti, þá segir hún það vegna þess að það eru færi hælisleitendur að koma til Íslands sem að þetta er ekki svar við spurningunni þú veist að því að það er líka það að læra tungumál er ekki bara eitthvað 1 mánuður og það eru ennþá innflytjendur hér á landi pluss það að fólk verður átt að segja að hælisleitendur og flóttafólk er sára lítil prósenta af heildar fjölda innflytjenda sem eru flestir innan koma hérna innan ESB landana svoleiðis að og ég var að mynda að spá í, hvað er miðflokkurinn og svona í þessu máli, þeir hljóta að vera, hljóta gagnrýna og það verður rosalega fyndið. Þeir vilja ekki auka framlög í íslensku kjöldu, þeir eru að fækka innlýðið. Já, en samt... Þessi plani á þeim, ef maður er að hlusta á það hvað þeir raunverulega vilja, þá er það líklega flýtir svo 50.000 manns af landibrót. Já, en það eru alltaf einhverjir hér sem þurfa þá að læra íslensku, þeir eru valla fara að losa sig við alla innflytjendur sem eru hvað 80.000. Kannski heimakynslu eins og Charlie Kirk. Já, en þetta er bara rosalega undarlegt, ég skil ekki einhvern veginn að þau eru bara að vinna gegn sjálfu sér. En það er verið að setja ýmislegt fram eins og þetta með skrásetningargjöldin að háskólinni getur rukkað allt upp í 100.000 sem mér skilst að sé bara ólöglegt það með ekki, þannig að maður hugsa bara upp átt ef verið að setja ýmislegt fram og með það kannski að markmiða að eitthvað verið dregið tilbaka og hætt við það. Akkúrat. Ég ekki bara að tala íslensku hérna og segja hvernig þetta er. Þetta virkar alltaf þannig að þeir taka fjárlagafrumvarpið og svo skera þeir burt bara fullt af drasli, henda þeir bara og reikna svo með því að þeir sem ekki munu kvarta eða berjast harkalega, gott bara, þá erum við laus við það og svo reynum við þá að ef við lendum í vesen einhvers staðar þá þurfum við einhvern veginn að reyna að redda því og þetta hefur bara alltaf verið svona. Þetta er bara partur af því hvernig mál eru unnin og þetta stangast á við nákvæmlega það sem OECD er alltaf að segja. Þau segja í menntamálunum endalaust og í öllum málum segja þið getið ekki unnið svona, þið verðið að setja stefnur, þið verðið að fjármagna stefnur, þið verðið að fylgja eftir því sem ákveða að gera. En á Íslandi er þetta svona pólitísku bara meðvindur eða mótvindur hvers dag sem ræður því hvort að þannig að fólk er komið í þetta hlutverk eins og hérna þú veist, alltaf þegar nálgast að það er að fara að semja við lækna þá allt í einu bara, þú veist, er heilbrigðiskerfið bara að hruni komið og þú veist, og bara ægilega fréttir af öllu hvað allt er í voða vegna þess að ef að þú leggst bara ekki og lætur þau blæða fyrir framan alþjóð þá verður ekkert gert, þá verður ekki einhver bætt við og það falla á hverju einasta ári fullt af fólki sem bara er ekki með nóg mikið læti eða nær ekki rödd eða eitthvað og bara... Þetta er bara stjórnlaust, þetta er bara keppni í hverju með sterkasta périð, stjórnmálafinn bara henda ykkur fram og ætla að reyna að lifa af næsta Kastljós. Og ég held að allir vissu þetta bara er alltaf svona. Þessi ríkisstjórn situr náttúrulega uppi með gríðarlega skuldir frá fyrir ríkisstjórn og það þarf einhvern veginn að greiða niður þessar skuldir og það þarf að skera niður hér og þar og það er alltaf umræðu. Nú á þetta fjárlagafrumvarp eftir að fá umræðu. Það má hækka tekjur. Síðustu ríkisstjórnir hafa minnkað tekjur, það má alveg bara laga það. Já, en það er bara þegar það þarf að greiða stóra skuldir, þá þarf að auka tekjur. Við þurfum ekki að hafa lægsta fjármagnstekjuskatt í okkar heimshluta. Getur sett útsvara. Það er að breyta því líka, já. Nú bara fær þetta fjárlagafrumvarp umræðu þinginu og kannski sem er breyti batnaðar. Þessi ríkisstjórn er náttúrulega bara því miður rosalega
það er lítill innblástur einhvern veginn í kringum hana en hún lítur bara svo vel út með hvað hún er að lesa af hólmi og Fólk sé svo stjórnmálaskjóra. fegið að vera laust við sjálfstæðarflokk. Þú veist, þetta er miklu, þú veist, fólk ber ákveðna virðingu fyrir því sem hún er að reyna að gera en hún er til dæmis ömurleg í útlendingamálunum og hún leifir sér ömurlega hluti þar, hún er ömurlega léleg í umhverfismálunum, það er aðeins verið svona að reyna einhvern veginn að lyfta því upp svona með Herðu Ragnar, má ég spyrja þig einu, þegar við byrjum að tala svona menningarstríð og þú ert að kenna Já, og þar eru ungi drengir já. sem eru víst sá hluti í okkar heimsluta sem eru að snúa sér til hægri og fasisma. Verður varðið það? Að hérna Charlie Kirk og félagar séu hérna, er fólk byrjað að mæta í skólan með myndafunum á skólatöskunni? Nei, og ég hef ekki vonað því. Ég held að þetta við náð hápunkti fyrir svona 4 árum, 5 árum. Þá var Andrew Tate dálítið vinsæll hjá þessum hópi. Hluti leita jafnvægis og mér sýnist að langflestir ungir drengir sem allavega sem ég þekki í gegnum skólakerfið eru bara velgerðir bara ungi menn með sem að eru ekkert sérstaklega eitthvað dáleitir af mönnum eins og Charlie Kirk en Það er einhver hópur. Já, en ég upplifi ungt fólk í dag ekki ég held að við eldra fólk séum að mörguleiti dálítið ólæs á samtíma okkar, ólæs á ungt fólk í dag, það sem að það vantar númer 1, 2 og 3 er að það þarf að ala upp til sjálfstæðra hugsunar og frelsis og það hefur orðið rosalegt bakslag í því að kynslóðin þar fyrir ofan sem er hrædd við allt og ekkert. Hver er kynslóðin fyrir ofan? Er það foreldrakynslóðin núna? Er það Freyr eða er það ég? Þú? Já, við öll hérna. Að við eftir því sem að við einhvern veginn missum skilning okkar á umheiminn og gefum ekki svarað öllu að þá einhvern veginn förum við að ala með okkur alls konar ranghugmyndir heiminn og líka við færri börn og við erum að gera allt of mikið eitthvað projekt úr þeim við erum allt of mikið eitthvað yfir öxlinni og þau fá ekki einhvern veginn að þroskast ef að við erum millistétt þá eru börnin okkar ekki með hálftíma á dag undir eigin stjórn vegna þess að þau eru að fara þarna á æfingu og undir verkstjórn alla daga og það er bara svona alls konar næringaskortur í sálinni sem að veldur alls konar vanlíðan og hlutum. Við vorum unga einu sinni og ég man alveg hvernig var að vera ungu karlmaður og maður er alltaf ör og vill fá útskýringar strax og maður nennir ekki alveg svona löngum sókratískum rökræðum einhverja hluti eða lesa svona langa Sunday Times greinum einhverja hluti maður vill fá þetta svolítið rætt og það er gaman þegar fólk er að rífast á að slagur og og svo maður mjög spenntur fyrir einhvern svona dularfullum mystískum útskýringum og þetta er þessi samfélagsmiðlar alltaf að gera það er hraðsóð samfélagsmiðlarnir og samsæriskenninga við lifum bara gullöld samsæriskenninga þetta er hraðsóðið strax og þetta er einfalt og það er mikil reiði í þessu og það er alltaf einhver mystísk og við kaupum alltaf frekar samsæriskenninguna heldur en löngu leiðilegu útskýringuna og þetta er bara það sem að samfélagsmiðlarnir er að smala okkur inn í og auðvitað er þetta miklu skemmtilegra fyrir ungt fólk heldur en einhverjar langar fréttaútskýringar á RÚV því miður. En ungi strákar í dag, það er ekkert óvenjulegt við það að 14-15 ára unglingsstrákur segi við kennarann bara gerist í síðustu viku, oftar en einu sinni segi bara, ég upplýði aldrei kvíða núna, þú veist, það er þetta prófi næstu viku og ég á erfitt með einbita mér og ég er bara drullu stressaður og ef að unglingurinn nýtur þeirra gæfu og vera til dæmis í góðum skóla eða eiga gott bakland þar sem maður má bara berskjalda sig og maður fær bara, þú veist, upplýður að maður sé partur af einhverju vinalegu samfélagi þá eru unglingar í dag miklu opnari og þú veist, þegar við vorum í skóla, þú veist, og þú manst vel eftir þessu, þegar ég var 6 ára og fór inn í skólan, þá kom bara pöngarar gangandi eftir ganginum með öryggisnælu í nefinu og leðurjakkanum og alla pinnana og ég var bara skítlogandi hræddur og kennarinn var upp á svona litlum palli og hann var þar til að drottna yfir okkur hinum. Er þið ekki á palli lengur? Nei, óþekkur börnin voru hreinsð út í síðasta lagi 16 ára út á vinnumarkaðinn, jafnvel aðeins fyrr, smalaði í bekki sem voru svona, mátti bara eiga sig og en í dag finnst mér unglingar miklu þeir eru miklu heilbrigðari persónur heldur en við vorum sem unglingar og þar alveg er minni þörf fyrir það að vera endalaust á hnefanum gagnvart öllu. Þú hefur meiri réttindi, þú er meira hlust á þig, en minnst á ári bakslag þessu og helstu vandamál sem að þau eru að glíma við, þau eru að ná taki á samfélagsmiðlunum.
þau eru ekki, þú veist, þau hörfu ekki í svo hólu bara og þau eru að læra að synda í þessu fljóti og meðan við stöndum titrandi á bakkanum hérna skítrætt og viljum helst bara stoppa strauminn og höldum að það lægi eitthvað sem við erum náttúrulega í straumnum sjálf, sko. Já, og við erum það og skilum ekki neitt og við aldrei heftum Charlie Kirk eða neitt, skilur við bara, þess að við vorum ekki einhvern veginn, algoritminn okkar var að láta okkur fá hérna franska harmonikutónlist í staðinn eða eitthvað, skilur við, að hérna. En Freyr, hefur þú áhyggjur af sinni þínum? Hann einhvern veginn staddur í þessum bergmálsvelli og vissi allt þennan Charles Kirk og ég bara á mjög létt með það að vera hennar leiðilegi miðaldra kallinn og hafa áhyggjur unga fólkinu. Ég sé aldrei ungt fólk í leikhúsi, ég sé það ekki í kvikmyndahúsum, ég sé ekki ungt fólk lesa eða kaupa bækur, þau hanga á samfélagsmiðlum daginn út og inn og pæla miklu meiri í típum eins og Charles Kirk heldur en bara að lesa þá bara hefðbundna traustverðuga fjölmiðla og þau eru rosalega upptekin af sjálfum sér og sínum tilfinningum og tala miklu meir sjálfsig heldur en samfélagi kringu sig. Ég bara drullu miklar áhyggjur af þessu unga fólki. En mér flott í dag að ég get mjög auðvitað orðið þessi miðaldra fólkar. Sanna yngst, nú fara unga fólki. Ég ætla að fá að vera ung í smá stundu viðbót. Nei, mér flott svona að það má segja hluti upp að það má segja bara eitthvað, þú veist, mér líður illa, ég fekk kvíðakast, ég með greiningar, það ekki þetta svona hush, við tölum ekki þetta þó að við vitum öll að, þú veist, frændiðinn sé svona og þess vegna sé hann ekki hérna með okkur og eitthvað svona, sko, þannig að mér finnst þetta vera svona meira upp á yfirborðina, það megi viðurkenna sína tilfinningar, það þurfi ekki að fela þær og skamma sín fyrir að tala þær, sko, en svo þetta líka bara, þú veist, kannski stærra samengi, sko, hvað hérna, sumir tala kannski bómillakynslóðina. Akkurat. Sko, við vorum að tala einn ára vélarnar fór í gang að þú sast 13, 14, 15 ára í setornum, í sveitinni að hlusta á Rás 1 í headphone-unum og hataðir messuna en bara, þú veist, það var ekkert annað þannig að þú lést ég hafa hana og sko, hugsaður ábyrgðarkenndina og frelsið sem þú nýtur sitjandi skilur að stjórna stóru vinnutæki einhverstaðar út á túni, þú veist og hvað þetta í raun stórkostlega þroskandi reynsla að bera ábyrgð, þetta alvara og jafnvel hlutir sem eru ómerkilegir fara allt í einu svona að bara fegurðin í þeim fyrir að seitlast inn í háraðarnar og allt í einu ertu bara orðinn svona rómantískur miðaldra kall sem bara getur ekki keyrt í gegnum íslenska sveit og þess að bara skrúa niður rúðuna og anda þér mykjunni og bara bara þú veist. Ég ekkert að segja að æska mín hafi á einhvern hátt verið betur og það ömurlegur hluti af íslensku sögu að senda börn í sveit. Þetta bara fáránlegur hluti að sveita heilli atvinnugrein ókeypis vinnu og barnaþörf. Ég engan hátt að styðja það hér. En það sem ungt fólk í dag vantar númer 1, 2 og 3 það sama við grundvöllum fyrsta skólastigið okkar á. Það frjáls leikur. Það að vera frjáls og finna út úr því sjálfur, helst með öðrum hvað maður ætlar að gera. En við höfum búið til samfélag og við höfum gert stór mistök og þau lúta flest að svona hlutum eins og því að við fórum algjörlega yfir striki í því að gefa greiningum rosalega mikið vægi. Akkurat. Þannig að þú finnst þennan stimpil þegar þú var 6 ára, 7 ára, 8 ára, ég með ADHD, ég bara svona og bara þú veist og þess vegna ég bara ómöguleg og þú ferð að svona upplega svona lært bjargaleysi þannig að í staðinn fyrir að bara það sé lægi og sért svona, þú veist þá ertu eitthvað svona hópur og krakkar þurfa bara meira frelsi, meira ábyrgð vegna þess að leyfi krökkum axla ábyrgð hvort það að keyra setorinn, þú veist sem að getur alveg verið á gráasvæðinu en ef að börn fá að upplifa ábyrgð og ef að þú bara núna sest niður með þínum mönnum og bara ræðir við þá Charlie Kirk og segir að þau komin til umræði í sjónvarpinu og ekki skutla börnunum í skólan. Ég þetta sé bara mjög einfalt eins og bara verið að ræða núna og sem hann talaði líka að bara banna samfélagsmiðla. Já, banna samfélagsmiðla fyrir börn og unglinga. Akkur, það vantar fleiri stjórnmál sem bara tala fyrir því að banna hluti. Það fyrir ekki bara það búið að sína fram á þetta skaðvænlegar áhrif á börn og unglinga mjög mikil. Við bara sjáum þetta allstaðar. Við erum bara, það bara stóra rannsóknir sína að kvíði, þunglyndi, sjálfsvíg, dópneysla hefur aukist mjög samhliða, hratt og beint með samfélagsmiðlum og símanum. Ég skal senda þér rannsóknina. Við sjáum bara rannsóknir. Já, ég get alveg sagt þú hefur rangt fyrir þig núna. Það ekki búið að sanna það, það að ákveðin notkun samfélagsmiðla sem kölluð svona óheilbrigð notkun
hefur skaðleg áhrif á ákveðin hóp, takmarkaðan hóp, sem að mælist yfirleitt einhvers staðar í kringum 10%, pluss mínus, öðru hvorum megin. Áhrif samfélagsmiðla sem mælast jákvæð áhrif eru 2 til 4 sem stærri hópur, sem upplifir samfélagsmiðla fyrst og fremst sem leið til að tengjast vinum sínum og skemmtilegan hátt, eitthvað til að skemmtilega afþreying, gleði og gaman. Vandamálið að það eru ákveðnir nemendur þar sem að samfélagsmiðlarnir dýpka gryfjuna, andlegu gryfjuna. Það er ekki endur út af samfélagsmiðlunum sem slíkum, heldur vegna samspils þeirra við andlega líðan, aðstöðu og því um líkt. Þannig að bann á samfélagsmiðla er fáránleg patentlaust sem skilar ekki nokkuð sköpum hlut. Við erum búin að tala um það allan þáttinn hérna að ofbeldi að aukast, það er bara einhver borgarastyrjaldi í því, við erum komið polariseringu og við erum eiginlega öll búin að vera saman hérna allan þáttinn að þetta sé svolítið samfélagsmiðla og kenna samfélagsmiðla að hafa gjörbreytt samfélaginu og börnum og unglingum. Mér finnst bara löngu komin tími á stjórnmálum sem þorir að láta banna eitthvað. Af hverju er þetta með smálun? Af hverju er þetta ekki bara banna? Ótakmarka leiguverð. Af hverju er þetta ekki bara, erum við ekki búin að setja leiguverð? Það bara vantar stundum dálítið hugrekki sérstaklega oft í íslenskt stjórnmálum að bara banna hluti, þú veist. Þessi þráð þín, nú veit ég að þú er góður maður, þannig að þú myndir ekki velja einhvern svona stjórnlyndan vitleysinግ, en þessi þráð þín eftir einfaldleika í flóknum heimi er nákvæmlega ástæðan fyrir af hverju menn kjósa Pútín eða Trump. Þetta er andleg leti. Þetta er svona leit að meiri vissu og til dæmis varðandi Ísrael, sem við erum að tala um áðan, að talpunktarnir frá ísraelsku áróðusmaskjunni, þeir eru orðnir svo fáránlega gegnsæir. Þeir koma aftur og aftur og segja sömu hlutina, við hleypum ekki blaðamönnum vegna þess að Hamas ógnar þeim, við gerum ekki þetta. Þeir eru orðnir svo gegnsæir og lélegir vegna þess að þeir vita að fólki sem er á annan borð móttækilegt fyrir þeirra áróðri er ekki með vandfýsi á sannleikann. Og við erum búin að tala mikið um sannleikann, en sannleikurinn skiptir máli. Samfélagsmiðlar eru ekki þessi skaðvaldur sem við höldum að sé. Við erum hér að draga ályktina því að þetta var ekki til þegar við vorum ung, heimurinn er öðruvísi en þegar við vorum ung, þetta hlýtur að vera út af þessu. Það er ekki þannig. Samfélagsmiðlar hafa mun jákvæðir áhrif heldur en neikvæð, en fyrir ákveðin hóp þá espar þetta upp og geti hvað nákvæmlega sami hópur sem leið illa, var þunglyndur, var einangraður, var með hann lagðist í bækur þegar við vorum ung. Ég las bara þessa bók hérna Unseen's Generation, kvennakynslóðin sem er nú stór rannsókn og mikið umrædd bók og það er þessi niðurstaða algjörlega. Ég skal senda þér betri rannsóknir. Ef við hefðum greint tengsl á milli bóklestrar og andlegra líðanar 1990 eða 1985, þá hefur komist að því að það hefur verið hærra hlutfall af fólki við mikilli andlegri vanlíðan sem þeir leigi í bókum heldur en aðrir sem voru út í sjoppu að reykja með vinnu sínum. Og þetta er bara, og banna á bókum hefur okkur ekki dottið í hug. Það er náttúrulega eitt sem við getum reynt að ná upp aftur, það er að sjoppunar. Sjoppumenningin. Það er út í sjoppu að reykja. En stóra niðurstaðan í þessari bók, kvíðakynslóð Unseen's Generation, er bara að samfélagsmiðlar hafi aukið einmanaleika, kvíða, þunglindi og það er bara hreinlega að banna þetta eins og áfengi og sígarettur. Þess vegna sagði ég áðan að það sem þarf að gerast er það að við þurfum að vanda okkur meiri því að hugsa og við höfum ekki að lesa bók og bara falla fyrir henni, heldur þurfum við að kynna okkur málin betur og ég skal senda þér hérna þessar rannsóknir á eftir og þú getur bara að skoða þær og þar meðal þessar rannsóknir skoðaðar sem að þú ert að tala um og sjáum svo þegar yfir líkur hvort þú verður sömu skoðunar. Mér langar að því að tala um á það hvernig þú varst þegar þú varst ungur. Þú vildi bara fá þetta svona tiltölulega einfalt og svona. Eins og bara alltaf ungt fólk er í gegnum alla söguna. Ef þú hefur rekist á þig þá, mannin sem vill banna samfélagsmiðla, hvernig hefði hann litið út fyrir þér? Óbóðslega leiðilegu kall, alveg pottið. Þetta er náttúrulega miklu skemmtilegra, það var það sem ég sagði náðan. Þú ert bara með tónlistana og skemmtiþættina og allt sem þú varst að reyna að grafa upp hér og þar á okkur vaffaskólan. Gluggi sem að fólk er meira Þetta er náttúrulega kostir og gallar og talandi hérna sem mannfræðingur við þetta mannfræðaborð og þá er þetta bara, við upplifum samfélagsmiðla með einhverjum hætti og það þýðir ekki að yngra fólk upplifa með sama hætti og við. Ég ætla samt að vera áfram ung, en ég komst að því daginn að ég er víst ekkert lengur svo ung. Ég er einhver svona skrýtnu millibilsástandi, ég veit ekki alveg hvernig þessi aldur flokkast. Þetta er ekki bara náði ennþá að helmingurinn af fólkinu sé yngri þú. Já. Það er eftir svona 1,5 ár kannski. Já, ok. Ég er bara gömul manneskja á Facebook, Instagram og Snapchat. Við viljum ekki að börnin okkar verði ólétt 16 ára. Lengur. Við viljum það ekki.
og það til ríki sem að leysa þetta bara með skírlífi, bara sleppt þessu. Og skólar gleymi því að vera með kynfræðslu, ekki vera að segja bara að þetta sé í lagi og fólk megi snerta sig og þetta, þú veist, ekki planta einhverjum hugmyndum. Það bara búið að sanna það aftur og aftur og aftur að að í ríkjum þar sem við predikum skírlífi, þá eru flest af áhættuhegðun og flestar unglingaþunganir. Og það fylgni á milli þess að mæta fordómalaust til umræðu við ungt fólk og viðurkenna þeirra veruleika og þeirra vilja til að lifa í heiminum á ákveðinn hátt og predika frekar ábyrga hegðun, heilbrigða notkun og það er miklu líklegra til þess að skila árangri. Þess að foreldrar munu eftir smá að kaupa síma undir krökkunum. Þau munu hafa tækifæri en það mun vera svona bannhelgi yfir því að þetta verður spennandi og þetta verður við sköpum neikvæða áru í kringum eitthvað sem rannsóknir sýna að gagnvart fyrir langflesta bara tiltölulega heilbrigt. Og ef þú bæðir nú bara ég og svona á samaldi, ég geti fyllt í slottið, minn 15, að ef ég bið hann að sýna mér hvað TikTok að sýna og það eru frábær tækifæri til bara umræðu heima hvað algoritminn að reyna að segja honum og akkur algoritminn skildi vera að reyna að segja honum þetta en ekki þetta, hvað myndan að mála veruleikann og það kostar stórfé að gefa þessum börnum alla síma. Nú þurfum við að fjárfesta í tímanum til þess að kenna þeim að lifa sem stafrænir borgarar. Sko það sem ég held að sé málið og ég svo sem getur vel verið að þetta sé alveg hárrétt en það sem ég held að hljóta að vera skaðlegt og sérstaklega í þessu TikTok ég held að heilin á okkur graspi ekki allar þessar upplýsingar. Ég held bara ekkert okkar, þú veist, og hvað þá börnin, við fáum, þið veitir, þetta allt of mikið og ég finn þetta bara í mér fyrst í stundum þegar ég eitthvað að skrolla heimi og mér líður eins og ég sé bara, þú veist, þunn, þið veitir. Borða eftir þú tók lengorðu sött. Já, ég meina, og ég einhvern veginn að reyna að kynna mér hluti eitthvað og hvað ætli hafi gerst þarna, hvernig er Líbanonstaðan, þú veist, og svo er ég bara komin út um hana, ég get ekkert einbeitt mér, ég get ekki lengur einbeitt mér á bókum. Ég les ógeðslega mikið, ég les á tölvum, ég hef ekki opnað bók, ég hlustar á svo mikið, þið vitið, alltaf að hlusta á bækur, ég get þetta ekki lengur. Svoleiðis að þetta pluss AI, skilur við, ég held bara heila greið, ég held að við séum bara komin út úr eitthvað og þegar þú ert að segja svona hlutin eins og svona sobring talum að svona bara veruleikinn, við verðum að kenna krökkunum bara að navigera veruleikan sem auðvitað satt en þurfum við alltaf að samþykja allt, þið vitið, skilur við að þegar ég skil þessi svona rational skólamaður, ég skil að þú ert að díla við veruleika og auðvitað leiðið að tala um að krakkarnir sé í rugli, ég skil það en really samt, ekki sumt Sjónvarpið var ekki byrjað útsendingar þegar að til dæmis Úrval, Reader's Digest, íslenska útgáfan af því, var byrjað að birta greina frá Bandaríkjunum að þar væri að tróðfyllast öll hæli af börnum sem við komast í tæri við sjónvarp. Við erum að upplifa siðfár í kringum þessa nýju tækni. Krakkarnir upplifa það líka og þau eru mörguleiti búin að vera tilraunadýrin sem hafa gengið í gegnum þetta og upplifa það góða og það slæma. Það leitar jafnvægis. Ég kenni 13 til 15 ára krökkum, 13 til 16 ára krökkum og nánast hver einasta barn sem ég kenni byrjað að leita leiða til að temja tæknina í sínu lífi. Þau eru farin að nota screen time, þau eru farin að gera hluti til þess og ef að umhverfið að hvetur til þess að þá leitar að jafnvægis. Það miklu hærra hlutfall samkvæmt rannsóknum. Foreldrar hafa miklu meiri áhyggjur af börnunum sínum og geðheilsu þeirra heldur börningi sjálf. En síðan ef þú spyr börnin hvað heldur með hinn börnin þá svara þau eins og foreldrarnir. Þú veist, þau halda öll að þau sé einhvern veginn svona á betri stað en allir aðrir vegna þess að þau einhvern veginn. Ég er nú ekki bara krakkarnir eru konið miklu lengra í því að finna þetta jafnvægi að ungt fólk að einhver leyti líka og það að komast í tísku til dæmis að takmarka skjánotkun að gera aðra hluti. Þú ferð á bar núna og í staðinn fyrir að það sé slefandi fólk rekast utan í þig og einhver trúbador sitjandi og glamrar gítar, þá eru bara borðspil í hillum. Og ungt fólk að mæta og leggja símana til hliðar og þau eru að spila. Ég er ekki bara einhver miðaldra kall sem eitthvað skemmtilegt. Það eru bara ótal margar rannsóknir sem sýna það og við bara sjáum það að samfélagsmiðlar hafa algjörlega breytt heiminum, hvernig við hugsum, hvernig við tölum saman og þess að við erum að tala hérna í fréttum vikunar að þetta morð á Charles Gray algjörlega
ekki bara afleiðing, heldur bara samfélagsmiðlar í hnotskurn og Donald Trump hefði aldrei verið kjörinn Bandaríkjaforseti nema vegna samfélagsmiðla. Og við höfum eftir að sjá hvað gervigreindin á síðan eftir að gera við hefðbundna kosningar, hefðbundi lýðræðisríki, hefðbundna umræðu. Og hugsun. En þá var ég að benda á það að þetta við gerst í hvert einskipti sem ný miðlunartækni hefur komið fram. Hitler notaði útvarpið Sko ég held að sé hérna og þegar prentpressan kom fram þá fengum við síðaskiptin. Trúarbragðastríðið var alltaf Evrópu. Ég held að allir átti sig á því að þú ert að segja að það hefur verið spáð heimsendi áður og hann kom ekki. Og þau vita það alveg. En þau segja að einn daginn mun eitt sitja í aftursætinu og segja að það hefur nú verið spáð heimsendi áður og svo keyrum við á vegginn. Það er ekki þar með sagt að við sleppum alltaf. Ég veit að þú ert að vitna í Rosling sem er að halda því fram að allt leiði og endandi góðs. Og þetta er nú sagt líka í Birtingi. Þetta sem við lifum í allra heima. En það er orðið og það er ekki ástæðulausu sem er vaxandi tilfinning í okkar heimsluta að kannski er þetta ekki þannig. Kannski erum við bara að missa samfélagið okkar niður í bara djúpan skít. Það er líka bara þetta stöðu aðgengi líka sem er athyglisvert í þessu þegar við erum með símtæki í höndunum. Ég er ekki að segja þessi út af samfélagsmiðlunum, en það er bara mjög rík tilfinning í okkur að við séum ekki á leið til góðs. Já, ef við sætum núna hérna með hópi af Bandaríkjamönnum sem segja að þeir hefðu bara rosalega tilfinning að frelsum kvenna hefði bara verið vond hugmynd og hún hefði eyðilagt kjarnafjölskylduna, hún hefði eyðilagt börn og hún hefði eyðilagt bara heiminn og konur séu með mjög skrýtnar hugmyndir réttlæti og veruleikann og það sé það sem er að Bandaríkjunum. Þá sæjum við hér og ef við erum að ræða tilfinningar ykkar og ef við sýndum þeim sama skilning þá værum við að samþykkja hluti sem við erum ekki að samþykkja. Ég skal senda þér bara líka rannsóknirnar, þú lest þær, ég skal senda ykkur öllum bara. Þið er ekki að senda Guðrúnu, hún er hægt að lesa. Ég skal láta gerugreindinni breyta það í podcast. Einhvern tíma fyrir 10 ára síðan, 2015 þegar Donald Trump tilkynnti að hann ætlaði að fara í forsetaslaginn, þá var hann að bulla eitthvað á Twitter. Eitthvað bull sem var lygi og stóðst ekki neitt og það er eitthvað fjölmiðl sem leiðrétti þetta og ég sagði, heyrðu, hann á ekki séns þessi maður, hann er bara að bulla og hann er að segja ósatt og hérna koma fjölmiðlar inn, staðreinda vaktinn og þetta var bara mjög óvenjulegt að sá mjög svona bara líklegan forseta Bandaríkjanna ljúga bara á samfélagsmiðli. Nú er þetta bara eðlilegasti hlutur í heimi. Já, manstu eftir Tony Blair? Á 10 árum. Ég er ekki að segja að það hefur verið í fyrsta skipti sem stjórnmálamaður ljúgi, en þú veist, þetta er að stigmagnast. Ég held að þessi stigmagnun sem er lykilatriði, þess vegna er ég ekki sammála og held að þetta virki ekki alveg þessi samanburður. Skilur, ég held að samanburður virki ekki af því að þetta er tjúllað mikið. Þetta er svo margfalt ávið þegar einhvern veginn við fórum að hlusta útvarp eða fórum að horfa sjónvarp. Miklu meiri bara tímanlega. Þú veist, bara tíminn. Já, sko, útvarpstæknin átti stóran þátt í að koma nasistu til valda. Þeir létu framleiða út í útvarpstæki til að geta heila þvegið Þjóðverja með endalausum áróðri og prenttæknin, hún skipti sköpum í því að skapa trúarbragðastríð í Evrópu sem að milljónatugir voru drepnir. Þetta hefur alltaf gerst þegar einhver hefur náð eyrum einhverja með einhverju tækni og Trump nýtti þessa nýju tækni en á endanum þá leita hlutin í jafnvægis en það sem við getum gert til að flýta fyrir þessu er að við getum flýtt læsi okkar á þennan veruleika og við getum flýtt fyrir því vegna þess að við getum alveg setið hér og látið eins og Charlie Kirk sé ekki til og það sé ekki bara 10 aðrir í röð eftir að verða næsti Charlie Kirk og Ben Shapiro er þarna úti og það er fullt af liði bara sem býðir í röðum. Við getum látið eins og það sé ekki til og þeir mun einhvern veginn hverfa ef að við lokum samfélagsmiðlum en það sem þá bara gerast er hvað sagður, hvað er maður gamall þegar helmingurinn er yngri en maður sjálfur? Ég held að það er svona 33-34. Já, við munum bara sitja hérna á borðbrúninni eins og í mikrobókunum, þú veist, og við færumst alltaf nær brúninni og heiminum tilheyrir einhverjum öðrum heldur en okkur. Við höfum, þú veist, ég held að við sem að tala svona grundvallartriði. Þú ert talsmaður svona eins og kallar vistkerfis, all leiti jafnvægis. Þau eru byrjað að efast all leiti jafnvægis. Og það er bara, og við getum talað samfélagsmiðla og við getum talað alls konar í því. Kannski ættum við að fara að ræða svona hvernig er svona tilfinning okkar fyrir þróun heimsins.
Því að það kom upp þessi hugmyndum allleiti jafnvægi sem hún gat af sér furðulustu kenningar í hagfræði, að það borgar sér bara að láta allt vera og þá myndi allleita jafnvægis og allt verða eins og best sem reyndist ekki vera rétt og kannski eiga á þessi svona vistfræðilega hugmynd. Það er ekki að gerast í náttúrunni. Já, það gæti þetta útrýma okkur. Og Marx segir að komi byltingar og fólki blæði, þú veist, þannig að þetta er ekki bara... En mér finnst þú vera nákvæmlega að segja það sem ég óttast þegar þú ert að fara í gegnum sögun á þessi leiti, þetta endar alltaf með óskupum. Ég held að þetta sem við erum að tala núna, þessi tilfinning okkar hér, sé það að við erum að fara í stríð. Núna bara, þú veist, við erum bara Evrópa verðist þrá að fara í stríð við Rússland og svo bara Miðausturlönd, ég meina Ísrael er náttúrulega að bomba út allt, þannig að það vonandi einhvern tímann svara arabandi fyrir sig. Svoleiðis að þetta ekki bara það sem að þarf að gerast og svo einhvern veginn... Ég er náttúrulega ekki mannfræðinni, ég var á heimspekinni, Hegel myndi segja já, Hegel myndi segja að það gerist. Nei, mér finnst þetta að vera algjörlega rökfærslan þín sem að þú ert að segja. Nei, það sem ég er að segja er að bólusetningin við vitleysunni er að kenna fólki að hugsa og höndla þann veruleika sem það býr við. Og hinn stafræni veruleiki er partur af veruleikanum. Það mun enginn hlusta á okkur hér nefnum gegnum einhvern stafrænt tæki, í gegnum einhvern stafræna miðil sem viðkomandi sótt sér. Og við erum alveg jafn mikilvægt framlag til umræðunar á Íslandi eins og sunnudagsmogginn sem verður borin í þessi örfáu hús á sundaginn. Gæti að verið fleiri sem hlusta á okkur. Þannig að til þess að þekkja pólitíska umræðu til dæmis á Íslandi, vera áhugamaður pólitík, þá verður að fylgjast með miðlum eins og þessum. Það er bara partur og þú getur ekki hunsan, þú getur ekki smættan og það verður að sjálfsögðu verið reynt. Þú veist, að samstöðin sé ekki alvöru fjölmiðl, að þetta sé bara hérna eitthvað podcast bara, Gunnar sé bara hérna brúðumeistari að podcasta, en ekki að þetta sé vettvangur svona fjörlegrar umræðu eins og hjá okkur núna, flókið mál. Þú veist, ég get alveg sett mig í hins sporin og þú veist, og hérna og rætt neikvæð hliðarna líka en hérna í þessu tilfelli erum við að leita jafnvægis í þessu öllu saman en hérna og veruleikinn er sá að það sem að hreyfir alheiminn núna er að miklu leyti tengt stemningu sem nákvæmasti mælirinn á eru samfélagsmiðlar eru X og eru TikTok og Instagram þetta er að mörgu leyti orðið betri hitamælar á það sem er að gerast í heiminum heldur en aðri meira, svo til að gera sér þetta í stóra samhengið og þar held ég að blaðamennskan, sem ég veit að hérna, þið eru ástríðufullir fyrir, það sem blaðamennskan getur og gervigreindin getur ekki og samfélagsmiðlar geta ekki, að góðir alvöru blaðamenn geta tekið flókið mál og mála skýra stóra mynd af til dæmis eins og morðunum á hérna sjúkraflutningsmönnunum á Gaza sem voru hérna það sem þurfti að fara og sækja sönnunargögnin bara í vasan á hinu myrta og svo framvegis og fjölmiðlar ættu í auknum mæli að fara að gera svona taka sér það hlutverk að kötta krappið í staðinn fyrir að vera slást athyglina á TikTok og fá smellin. En þetta er líka þú ert kennari og nú er til dæmis yngra fólk, það er að aukast sífellt og svona trúa samsæriskenningar eins og að loftslagsbreytingar sé ekki að mannavöldum og þú þarf náttúrulega eiginlega að gjörbreyta öllum þínum kennsluháttum eða þú ert sérstaklega að kenna úlingum og svona á framhaldsskólastigi og í háskóla það er eiginlega bara kennsla fyrir ChatGPT og kennsla eftir ChatGPT og það hefur ekkert breyst. Ég hefur líka verið að kennsla það hefur ekkert breyst í sjálfu sér bara frá tímum Sókrates þú þarft bara að lesa bókina og læra þetta, þú getur ekkert þessi tækni mun ekkert sjálfkrafa gera þig betri. Sókrates var náttúrulega mjög mikið á móti bókum. Já, það var ekki mikla bækur í honum vísu. Hann taldi að þess bókina skorti en gervigreindin hefur er að bókin getur ekki svara þegar þú hefur einhverja spurningu um það sem hún er að segja. Þannig að hann taldi í eðli sínu að í eðli má samkvæmt væri bók væri besta leið til að drepa þekkinguna vegna þess að en eðlilega leið til að fræðast er í gegnum samtalið. Já, við erum eiginlega aftur komin að það en kennslan að vera bara uppi töflu og sína glærur og halda fyrirlestur, hún er algjörlega búin. Já og nei. Já, kennarinn sem uppspretta allrar þekkingar sem stendur á stalli fyrir framan nemendur eða situr við hærra skrifborð heldur en allir aðrir. Og þusar ykkur yfir, þetta er algjörlega búin. Hann er dauður. Bóklæsi, ég var að hlusta á podcast með háskólakennar sem var að segja bóklæsi, svona massalæsi er líklega við dauðans dyr. En aðra tegundir af læsi eru komnar inn í staðinn.
og það sem að nám á alltaf sameiginlegt ekki bókin, þó það hafi verið svona í okkar uppvexti, það sem að raunverulegt nám á sameiginlegt að raunverulegt nám sem stendur til nafni, alltaf áreynsla. Og þeir eru náttúrulega gervigreind til að taka ritgerðarefni frá kennararnum þínum til að dæla út á sér engin áreynsla stað og ekkert nám fer fram. En þú getur náttúrulega gervigreind og þvílíkt glímt við það sem þú ert að gera og lært alveg ógeðslega mikið af því. Og það þarf að gera nám að áreynslu og í staðinn fyrir að láta börn hafa, og hér hefur við aðeins klikkað og ég sekur það líka, að ég hef kannski kennt nemendum of oft eins og tjekklista yfir bara þekkingu, bara afurðin. Þú veist, hlýnun jarðar, punktur. Í staðinn fyrir að kenna þeim hvernig vísindin virka í raun og veru. Því að matarhóla samsærisruglkallana í þessum litlu svæðum sem allir raunverulegir vísindamenn kannast við og viðurkenna og það sem óvissan ríkir, það sem að vantar gögn, það sem við erum ekki alveg viss hlutina, það hefur verið blómlegu markaður fyrir youtubera sem að halda því fram að tunglið sé flatt og þeir drekkja þér í vísindalegu svona djargoni, svona bulli vegna þess að meiri sé lögun jarðar og svo framvegis að við eigum... Það er svo hissa á ádáðinni Ragnar á samfélagsmiðlum að því að samfélagsmiðlar bjóða upp á margliða sannleika. Bara sannleikurinn minn alveg jafnt rétt hár og vísindamannsins í Harvard. Það bara grunnurinn í samfélagsmiðlum. Ég bara bjartsýnn raunsæðismaður. Ég bara átta mig á því að þetta getur orðið til framfara og til þess þarf maður að breyta nálgun sinni og ég vil að við gerum það og ef við ætlum að standa í vegi fyrir þessu þá keyrir bara trukkurinn yfir okkur. Grunnurinn í allir kennslu og öllum vísindum að 2 + 2 eru 4. Það er ekkert afstætt við það og það til sannleikur og það eru til bara sáttmáli um ákveðin mál og annarri hluti. Grunnurinn í kennslu ekki að 2 + 2 séu 4, það bara staðreynd. Grunnurinn í kennslu þegar Sókrates sýndi fram á að þrællinn gat skilið hvernig tvöföldun og hliðarlengd þríðnings hefði áhrif á flatarmálið. Það að skilja eitthvað. Sanna. Ég vildi bara segja hvað miðlar og netið getur verið frábært í að tengja okkur. Þeirra virkar í að tengja okkur. Nú ég breska tansaníska fjölskyldu og ég fekk sem sagt boða nafnaveislu gegnum WhatsApp. Þeir nota WhatsApp mjög mikið og fólk á Íslandi veit ekkert hvað WhatsApp og þessi breska fjölskylda mín var mjög hissa þegar við voru bara eitthvað af hverju ertu ekki á WhatsApp Sanna, við þurfum að bæta þér inn í fjölskylduspjallið og ég fekk boð í nafnaveislu af því að núna eru öll fransískina á mínum aldri og alla vinkonum mínar eignast börn og nema ég því ég alltaf í vinnunni en þannig að ég fekk þetta boð og það var í gegnum Zoom og ég hélt að væri bara fyrir okkur fjölskyldumeðlimir sem búum ekki í sama landi og þau en þá var þetta fyrir rauninni okkur öll af því að barnið er bara nýfætt, það er öðruvísi hefð og menning held ég út í London að þú ert kannski að halda nafnaveislu frekar snemma þannig að foreldrarnir voru heima með barnið, ömmur og afar voru að taka upp á síman, rosa krúttlegt og við fjölskyldan og vinir, við vorum að fylgjast með í gegnum Zoom. Það var ævindirlegt Þetta var bara magnað að vera bara í nafnaveislu. Þetta var bara svo sætt öll fjölskyldan og vinir mætt á Zoom frá örugglega fleiri en 3 löndum. En ég ætla að benda á eitt að Ragnar Þór Pétursson hélt fram staðreyndina á hann sem augljóslega röng. Þetta að kennar verið dauður. En málið við vorum bara með venjulegan þátt og svo ákvað ég að skjóta einni aukaspurningu til hans hvort að drengirnir væru svona í hættu. Rís ekki upp kennarinn, það geta ekki eftir þess að vera síðastliðin hálftíma, þá er bara kennari búin að vera hérna í miklu stuði. Við erum bara að ræða þetta frétti viku og komin í einhverja kennslufræði og kennarinn er ekki döður. Það er mjög gaman. Stelpurnar eru miklu meiri hættu en strákarnir. Þeim líður miklu verð, samfélagsmiðlar hafa verri áhrif á stærri hluta þeirra. Strákarnir, við erum með off-fixer á þá vegna þeirra að vera leitt vagnin í að vera lélegri að lesa en stóru tíðindina síðustu PISA-rannsókn voru hrun stúlknanna en ekki drengjana og þeir eru konir yfir stelpunar í fyrst skipti í starffræði þannig að við erum bara aðeins að slaka á við erum alltaf með 20 ára gamla talpunta sem einhvern veginn rífum upp og klísjur miklu meiri ástæð til að ágjöra stelpunum okkar heldur en þeim. Ok, við tökum það í næsta þætti. Ragnar, Sanna, Freyr og Guðrún, kærar þakkir. Takk fyrir. Þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hafi verið heima eða einhvers þar að hlusta eða horfa. Ég ætla bara að minna ykkur á það núna að það eru sáhluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert ásköndur sem drífa áfram samstöðuna. Ef að þú ert einn af þeim sem telur það vera mikilvægt að halda samstöðun úti þá hvet ég til þess að gerast ásköndur sem allra fyrst. Og það er mjög einfalt, þú ferð inn á samstöðum.is þar hnappur sem
800 áskrift. Það kostar 2.750 krónur grunnáskrift og mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósir getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott hjá okkur í bili. Hérna samstöðin verður með helgispjall á morgun klukkan 9. Við erum með einhverja endursýningar þangað til. Þá kemur Helen Ólafsdóttir öryggissérfræðingur og segir frá lífi sínu. Góða helgi.